Sæll og blessaður Blessaður. og velkomin í þáttinn. Þakka þér fyrir. Þetta heldur betur búið að vera mikið umtal hérna í kringum ykkur strákana núna undanverið. Já. Og við erum núna komin aðeins til að tala aðeins þetta. Já. Þetta auðvitað margir bakkagót. Jú, það sveitin sem að voru sendir í sem krakkar. Já, og það þyrfti allavega ekki á þessum tímapunkti eins og í dag að segja frá þær. Ég held að þetta ekki örugglega hver einn og einasti Íslendingur meðvitaður þetta út af umtalunum sem búið að vera. Þetta auðvitað búið að vera hræðilegt. Þetta var hryllingur að vera annars. Já. Og sko þetta auðvitað rosalega viðkvæmt málefni, en þið eru bókstaflega búin að standa ykkur svo hetjur að koma fram og segja þetta og hvernig þetta er. Þarna, mér finnst það aðdáunarvert, ég verð að segja að þetta, og það þarf mikið hugrekki til að geta gert þetta. Já. Og það sem ég fer og velti fyrir mér sko hvað ætla að sé svona mikið af málum sem einstaklingar þora ekki að stíga fram og tala og það alveg örugglega fleiri sveitabæðir að núti sem þarf að rannsaka og skoða. Virkilega. Ég, markmiðið mitt var allan tíman bara að vera rödd fyrir þá sem að þora ekki tala. Já. Og þetta náttúrulega þegar þetta byrjaði sem sagt vinnsla við þennan þátt byrjaði í september í fyrra. Og var búið að byrja sem sagt, það var búið að reyna að fá eitt til að opna sig árið 2012, svo byrjum við þarna 2020. Þá kemur COVID og þetta einhvern veginn gleymist. Já. Hvernig byrjar þetta? Er það kæra sem fer á staðinn eða hvernig veltur þetta upp á sig svona? Kemur upp morðmálið á Spáni með Guðmund Frey. Já. Og þá kemur það fram að hann orðið fyrir hrottalega ofbeldi á sveitabæ. Okay. Og þá í kjölfarið sem sagt blaðamaður á DIVAF og hann fyrir eitthvað að skoða kommentakerfi og setur sig í samband við einhverja og spyr þá hvort að þeir viti eitthvað sem að var hann. Og hann sem sagt hefur samband við mig og hringir og tala við mig og svona eina hugsun mín þá var kettlingin, eða fyrir ekki orðbræði konan, að það var hún sem að var að beita ofbeldi. Ég vildi ekki að gamli bóndinn fengi óorð á sig af því að hann reyndi alltaf að koma okkur til hjálpar. Hann var náttúrulega mikið eldri en hún, hann 19 árum eldri og hann fekk bara ofta að kenna á því ef hann, reyndi að hjálpa okkur. Hvernig þá? Og var það bara líkanlegt ofbeldi á hann? Það var eitt sem réðist á hann og barðan. Fyrir framan krakkana sem voru þarna á þeim tíma. Betur réðist hún á hann? Þá? Nei, tengdasonur hans. Tengdasonur? Já. Ok, svo hann eru bara ítt út í hotna? Já, bara að þakka niður í hann. Ok. Og hún var líka alltaf með svona hótanir við okkur. Og sagðist vera í nefndum á vegum barnaverndar og ef þú reynir að segja eitthvað þá þakka ég niður í þér. Og var líka ofta að búa til skýrslur okkur sem að var bara hauga lygi. Bara til að fá meiri pening fyrir okkur. Já. Svona, hvernig þá? Hvernig getur komið með eitthvað dæmi til dæmis? Til dæmis, þetta náttúrulega 91 sem fer og þá var tífalt meðlag 70.000. Eitt skipti ræni ég 5.000 krónum. Náttúrulega ég var ekkert eitthvað lambi eða eitthvað engill. Nei. En hún nær 5.000 skallinu aftur en samt rukkar hann 90.000 fyrir þennan mánuð því ég var svo erfiður. Og svo annað dæmi sem hún setur eitthvað í ykkur skýrslu að ég hafi átt að gert eitthvað sem kannski við get ekki nefnt svona á opinberum vettvangi. Nei. Og ég man það að hún kemur með þetta og segir þetta var gert og ég brotnaði niður og sagði ég gerði þetta ekki.
og þá þóttist hún að vera að bjarga mér eitthvað. Svo seinna meir þegar ég fæ skýrsluna frá barnavernd í Vestmannaeyjum, alveg bara þykkur bunki, að þá bara í skýrslunni ekki spurt hvort einhver hafi gert eitthvað, heldur mitt nafn nefnt og hvað ég gerði. Þannig að ég átti að hafa beitt einhverju ofbeldi eða eitthvað sem að ég bara kannaðist ekki við og kom ekki nálægt. Nei, svo hún var bara að skýta ykkur út á við kerfið þá. Já, og líka sem sagt notaður og svo mikið að allt sem þú gerir aður í barnæskunni verður notað gegn þér í framtíðinni. Svo stanslaust svona andlegt ofbeldi. Já, þú kallaði okkur ónýtjunga og bara, ég man bara eftir því að bara tók 3 ár eftir að ég fór þaðan að losna við sem sagt öskrin úr hausnum á mér. Maður gerði ykkur mistök eða eitthvað og þá var maður alltaf að bíða eftir ykkur kæmi að öskra. Það tók 3 ár að ná þessu úr hausnum. Ég var hann í 4 ár. Þú varst þarna í 4 ár. Já. Og þetta þá svona, það auðvitað lúandi að ef maður veit að ef eitthvað gerist þá verður allt brjálað og hún landi ykkur líkanlega með það ekki. Já, hún lagði ekki í að reyna að lemja mig. Já, ok. Ég var alveg snar vitlaus. Það meira sem að þetta andlega ofbeldi og þessi lygar. Svo kom fram í Kveiksþættinum að ég lét vita að hún væri ekki bindindisskona eins og gafst út fyrir að vera. Já. Og svona lýsti atbyrðum hvernig þetta var tekið fyrir og stend svo upp 12 ára gamall. Mér ekki trúað. Af hverju á ég að treysta fullorðnu fólki. Þannig ég fer eiginlega bara svolítið í uppreist þannig. Já. Mér ekki trúað. Ég ætla aldrei að treysta neinum aftur. Þetta bara vond staður til að vera á 12 ára. Hræðilegt. Og já, maður fer bara í uppreist. Já. Ég reyndar að eigin reynslu var ég sendur á 3 félagssveitabæi. Þannig að ég þekki alveg eitthvað til og það ég myndi ekki mæla með þessu fyrir neitt einasta krakka að vera sendur á svona stað. Og þótt að ég hef heyrt góða sögur líka, það eitthvað að þeim að núti. Já. Þá bara þetta bara lottó, sko, hvar maður lendir. En það reyndar eitt sem kemur í þessu og þetta minnir mig á það sem ég vorst að segja að mér ekki trúað, að ég reyndi einmitt að tilkynna eitt staðinn hana en mér var ekki trúað þar, ég var þar í 2 ár. Og síðan þegar ég var einmitt í kringum 12 ára aldur held ég, 12 eða 13 ára aldur, þá labbaði ég hérna upp á bæjarskrifstofunnar í Kópavogi og kallað félagsskrifstofunnar þá, sko. Já. Og baðum að fá að tala við þjónustufulltrúa fyrir börn og ég man ég sagði honum söguna frá heimilinu mínu og bara þessi ég gengi í gegnum og hann sakaði að vera að ljúga. Þannig að það var einmitt þar sem ég hugsaði ég ætla aldrei að treysta fullorðna manneskju aftur. Ég trúði þess ekki. Það fyrsta sinn sem ég svona virkilega opna mig fyrir einhverjum sem á að hjálpa börnum. Já, sem einhver sem átt að venda þig. Einhver sem átt að venda mig og vinnur þarna á félagsmála stofnun Kópavogar og hann segir bara á fundinum þegar ég búin að segja hann bara já, sko, maður á að segja satt og rétt frá. Og veist, þarna byrja bara strax að rengja mig og ég var svo hissa og ég labbaði brút og þarna ákvaði ég bara það engin hjálp fyrir okkur, krakkana. Og þá leið mér bara, ok, þetta bara fangilsi sem við erum sett í á þessu sveitabæi, þetta ekkit annað, þau ekkit að vilja hjálpa okkur og vildi bara losna við okkur á bænum og það tilfinningin sem ég fekk. Það var mín líka, sko, bara lausir við hennar vitlýsing og bara lokaði hann í kassa og svo ef maður derðist til að segja eitthvað og þá eins og segir, maður var ekki trúað. Það það sem sárast, sko. Já. Ef að það hefði verið hlustað á mann, þá hefði verið hægt að koma í veg fyrir minna ofbeldi. Kannski, hún var náttúrulega frá því kem hana fyrst 91 og svo missur hún leyfi 2002. Já. Það hefði verið hægt að stoppa 11 ára ofbeldi því að með við þessum strákan búin að vera að segja og stelpur líka það virtist að hafa versnað svona síðustu árin og var bara gjörsamlega stjórnlaus. Bara djöfull mannsmynd, sko. Já, það var mín upplifun. Þetta var óslega skrítið og ferði á hann stað. Gamli bóndinn
svona alltaf að hrósa manni og uppera mann og svona segja hvað maður er duglegur og svona taka mann með sér og passa upp á mann og alltaf góðu við mann. Svona. Svo kemur konan, þannig að svona ef maður hefði átt að teikna mynd af þeim, þá hefði maður kannski teikna engil hjá honum en skratta hjá henni. Já, ok. Maður var líka oft bara að forðast að vera nálægt henni. Já, skiljanlega. Hvað leiðir langur tími frá því að þú kemur á sveitabæinn og þetta byrjar? Byrjar eiginlega bara strax. Bara strax? Já. Ok. Þú veist, þegar hún býða mann að koma inn og nutta sig og situr liggur á brókinni og hún byrjaði á lúmst, sko. Það byrjaði fyrst bara með tætnar og eitthvað og svo alltaf að fara ofar og ofar. Það var alltaf svona, maður hugsaði tilbaka og ekki var hún að vonast til þess að ég færi bara á hana eða eitthvað. Og það virtist vera misjafnt hver var að nutta hana hversu langt hún gekk, sko. Eins og fékkst að í lýsingunum í þættinum að hún bara lagði einn undir sig og fór á hann og bað annan að fróa sér og það var bara, sem maður segir, sko, bara ógeðslegt, sko. Viðbjöður, sko. Þetta er vond og það eftirlitið, hvernig var því hagrætt á þessum stað? Það var ekki neitt eftirlit, sko. Það var eina skipti sem að yfirvöld höfðu afskipti. Það var þegar ég lét vita með drykkjuna. Og og sem mér var ekki trúað, það kemur bara sálfræðingur. Og eftir það þá hún alltaf að hlera síman hjá manni. Hún var með svona lítið, eða svona skífur síman niðri, eins og gömlu sem að hring og svona löng snúra. Já. Og svo uppi var hún með svona hvítan þrállausa síma eða svona símaborði eins og tíðkaðist í gamla daga. Fyrir framan herbergisitt eða svona hliðina. Og maður heyrði alltaf auka hljóð þegar maður var að tala þess að væri verið að passa að maður var ekki að kjafta frá. Já. Og á þessum tíma líka þegar ég kem hana fyrst og þá einn af strákunum yfir veturinn sem kom fram í þættinum og hún byrjar að senda mig alltaf í burtu helgar. Ég fer til elsta sonar hennar og ekkert nema gott hann að segja, sko, og konans. En svo á virkudöfum þá sá maður strákinn og maður sá alltaf hvað maður orðin bældur og hún leið illa og var að halda í sér og það var eitthvað bara hún barði hann í harðfisk eins og það er orðað bara þegar að ég var á hinnustanum og hún svona passaði sig líka eins og með nuttið og fleira að það væri engin annar heima. Ok. Þetta er hræðilegt að vita til þess að þetta hafi ekki verið neitt eftirlit þarna, sko, en þetta var eitt, sko, sveitabær sem ég var á. Já. Og eftirlitið þar, ég var í 2 ár á þeim bæ og á fyrsta bænum þá var kona þar sem var að vinna á fél og þannig að þeir hafa nú lítið að hún var eftirlitið. Já. Staða númer 2, sko, þá var eftirlitið þannig að það var alltaf látið vita kannski vika undan jafnvel að hún væri að koma að eftirlitið væri og ég held hún að hafa komið kannski 2 og 3 eða eitthvað á þessu 2 árum og þá kom hún með eitt svona lítinn poka með einhverja brjóstsika handa mér, sko. Já. En að því hún búin að láta vita þá var allt þrifið þarna, það var eldað og bakað rosalega flott þannig að hún kom og var bara eiginlega bara hlaðborð af einhverju kræsingum, sko, og ég man alltaf einmitt konan var ekki skemmtileg sem var þarna og hún var mjög ströng og vond, en þegar að þessi manniska kom, þá man ég alltaf ef hún myndi tala svona alltaf veist, eins og hún tala núna. Já. Veist, bara æfa minn og rosalega svona almennileg ef hún væri svona yndisleg veist, þegar enginn segi til. Já, sko, nákvæmlega, en þetta var einu skipti sem ég sá hana svona þegar hún kom, en síðan var tala við mann og þá satt maður inn í stofu með frá manneskinu bænum frá Feló og þau voru bara nokkra metra og hlustuð allt og þá þorði maður ekki að vera ekki fyrir en ég hætti á þessu sveitabæ, ég þorði að tala hvað hefur verið að
gerast á þessu sveitabæ. Já. En þú veist, þetta auðvitað hræðilegt að vera að tala við börnin og þau hafa ekki hugsað þetta lengri það, já, ég ætla að tala við hérna fyrir fram á bóndan og bónda á konuna, og veist, Það virkar ekki. Það virkar auðvitað ekki í barnum, börn þóri ekki að segja neitt, ég þorði ekki að segja neitt undir þessu kringumstæðum. Já, líka að tala fyrir geði grípfram í Sko. Tala eftirlit, það í mínum huga með svona staði, það ekki eftirlit að láta vita á undan sér, þú veist, eftirlit með fóðrun dýra betra, það ekki látið vita undan, þeir bara mæta á staðin þegar síst vonaði, þannig að þeim alveg haldið á tánum að gæta vel að dýrunum. Það sem á svo hryggur við að það var ekkit eftirlit þannig séð að eitthvað passað upp á öryggi okkar, mann svona leið bara eins og mann verið hent á ruslahaugana, og eitt skipti þegar að mamma kom þarna, þá var baka kökur eitthvað fínt og hún mætti heim til mömmu, skipti með nautakjöt að gefa henni eitthvað svona bara til að fegra skítin sem hún var að gera, sko. Já, líta vel út á við. Já. En það var einmitt þetta, þú sagðir það hent bara á ruslahaugana, það var einmitt sama tilfinning sem ég fekk þegar að maður í yfirginn, heimilistaðstæðanir mína voru nú alls ekki góðar. Já. En þess vegna var maður nú sendur á þessu félagsvitabæ, en sem barn á skilum maður þetta ekki, veist, maður auðvitað elst upp við harðar aðstæður og barnaverndin að hafa skiptu sér að heimilistaðstæðanum, en mann ekkert sagt frá því sem barn, sko. Já. Síðan allt í einu mann hent á svona félagsvitabæ og maður heldur að maður sjálfur sé vandamálið. Ég hérna því að ég svo misheppnaður, en maður auðvitað verður svolítið ruglaður krakki sem auðvitað skiljulegt að maður elst upp í ruglaðum aðstæðum. Nákvæmlega, sko. Og þá maður finnur alveg fyrir, en það rosa leiðilegt veist, fyrir börn sem svona ungt að halda engin viljimann, og þess vegna búið að senda mann í einhverja geymslu þarna, og síðan geymslan bara úr öskunni yfir í eldin og engin ást, engin væntuþykja, og maður er svona einn af nautgripunum frekar heldur en barn sem fær ást, öryggi og væntuþykju. Já, og bygglega hugsa betur en nautin heldur en okkur. Já, ég held sér sammála því, sko. Og þetta var, sko, eins og aðstöð til að læra. Ég var ekki með neitt stað til að læra á nema bara gólfið. Og mér minnir á þessum 4 árum, ég byrjaði í 7. bekk og klára 10. bekk. Og ég bað 2 aðstöð við lærdóm. Það var í dönsku og mér fannst danska ógeðslega leiðilegt námsefni, ekki að tungumáli sjálft sé leiðilegt, heldur bara hvernig námsefnið var sett upp. Og það var ekki hægt að hjálpa mér, þeir kunnu þetta ekkert. Nei. Þannig að líka svona út frá þessu þá fóru, eftir ég kem þangað að fara, engarnir alveg bara langt niður og við, sko. Já. Og þeirra motto var ekkit endilega, þeim var alveg sama þó það var ekkit að læra, þú átti bara að fara að vinna leið og komst úr skólan, maður var með eitthvað svona ákveðin verk, þú fara að taka eitthvað risastóra mottu og slá henni utan í húsvegginn til að ná og sopa ganginn og ryksuga allt og gera fínt, og svo átti maður að fara út í fjós og sopa skítaflórana og gera allt þar fínt og gefa dýrunum hey og alls konar svona ábyrgðarhlutir sem maður kannski ekkert slæmir í sjálfu sér, en vinnutími fyrir barn, þú veist, að vera oft bara frá morgni fram á kvöldi ekki eðlilegur, myndi ég halda, sko. Nei, þetta hart líf, sko, síðan líka þegar maður ekki vanur í og hent allt í þetta, það rosalegt, sko. Ég gleymi því samt aldrei þegar ég kom í sveitina mína. Já. Þetta var það sama, sko, þarna ég 8 til 10 ára í sveitinni og ég var látin halda á þessu böggum, það voru þessi appelsínu gulu bönd á böggunum sem voru að skerast inn í hendunum, þegar maður 8 ára að maður bara með svo auma húð ennþá mjúk, sko, og maður fekk enga hanska, og ég man að þetta var verst af öllu, þegar maður búin að vera að djöflast með bagga
því maður gætt alltaf haldið á þessum, maður var bara hálfdragandi á, sko, og maður þorði ekkert annað en að reyna, og síðan var bara orðið sár hérna í höndunum á manni. Þetta var að moka skítin og allt þetta, maður láta hann gera það. Jú, og síðan var ég látin sækja eggin og ég hataði það, helvítis haninn, hann réðist það alltaf á mig, sko, alltaf, þannig að, og þeir geta alveg klórað þessi hanar, sko. Geta verið grimmir. Já, hvert einu sinn, sko, en þetta voru svona minningar, en síðan var annað, sko, ég var auðvitað bara tekin og brotin niður sálarlega þarna alveg frá fyrsta degi, af því ég kem úr bænum og ég var búinn að vera í sveit áður, en þá var ég ekki búinn að sjá neina slátrun og hafði eiginlega enga vitneskju það þetta. Mæti þarna 8 ára gamall og ég skilin eftir og kvöldi til að búið að dimmt, það að vera að dimma. Já. Og ég man eiginlega ekki neitt þegar ég þarna, ég man bara að fara með mig út í bílskur og ég var litið sitja á stól og það búið að hengja nautan upp á hvolf. Já. Og þeir eru að gera nautið, þannig að það bara skorið upp fötur, blóð út allt og það verið að taka úr því, þannig að þetta ókunnugt fólk sem ég aldrei hitt á þér. Já. Og ég nýkomin á sveitabæinn og þetta fyrsta kvöldi byrjar svona, það bara hérna naut, þetta var bara eins og fyrir mér að vera. Mættur í hryllingsmynd? Ég var bara í Texas Chainsaw Massacre hryllingsmyndinni eða eitthvað allt í henni, þannig að ég var ógeðslega hræddur, alveg viðbjóðslega hræddur og ég man bara, ég með þetta eins og ljósmynd í hausnum á mér þegar ég sita á stólum og ég þori ekkert að horfa á þetta en auðvitað lítur maður alltaf. Já. Og ég var bara látið sitja þarna og ég veit ekki hvort þetta hafi verið tilviljun eða hvort þetta hafi verið bara aðferð, já, við bara gerum þetta og þá hlýður hann hérna. En þetta er þetta hryllingur að byrja svona með 8 ára barn, skilur, sem hefur aldrei séð slátrun áður og veit ekkert hvað það og algjörlega ókunnugt fólk. Þetta er ekki gott. Svona undir eðlilegum kringumstæðum hefði kannski bara átt að útskýra fyrir hvað verið í gangi, en þeir bara hent beint. Gæti verið að þau ætla bara að hræða þig. Já. En ég man líka eftir eitt af fyrstu skiptunum sem var hjálpað að slátra. Það átti ég svona hermannabuxur, svona eins og bandaríski herinn var í grænar og brúnar öllu felulitunum. Svo slettist eitthvað blóð í fötin á mér og ég segi að fór blóð á mig. Segir eitt til hvers heldur þessar buxur séu, þetta eru stríðsbuxur. Og mér svona leist ekkit alveg á blikuna, en maður svona var samt bara lærði að hjálpa til og ég mátti ekkit fara að vinna í slátur sem bara fyrir maður 16 ára. Síðan maður 17-18 ára þá var maður komin í fláninguna og svo skrítið líka af því að þetta allt eftir þetta tímabil þarna í þessari sveit að maður man aldrei voðalega eitthvað mikið sem sagt eftir slátuvertíunum. Eina vertíðina þá var ég sem sagt að svíða hausa á kvöldin frá 9 á kvöldin til 1 á nóttinni, bara svona sem akkordsvinna. Nema hvað í eitt skipti að þá var ég komin í blackout á sláturlinni eða farið og keypt mér eitthvað hot, man ekki hvað þetta, það voru svo svörtu flöskur. Hot and sweet. Já, hot and sweet, og búið með 2 og það var búið að taka mig hnífana og ég bara mundi ekki neitt, svo bara rankaði við mér 1 nóttina inn á klósetti í sviðaskúrnum. Ég bara, þá hef ég farið þar inn og ætla að leggja mig og var ekkit úr neinu verki eða neitt. Nei, ok. Þarna, ég nú ekki búin að spyrja, hvað varstu gamall þegar þú varst í sveitinni? 12 til 16. 12 til 16. Ok, þetta rosalega svona margt að gerast á þessum aldrei hjá manni. Þarna maður svolítið uppgöta lífi svona. Já, og kynþroskinn að koma, byrjar að koma og svona. Já, þannig að þetta getur alveg, hefur þetta rosalega áhrif og svona til að segja á góðri íslensku getur fokka manni alveg upp og mikið til að takast á við. En þetta eitthvað sem hefur ekkert verið í kerfinu fyrir núna þá hjá okkur. Og en væntanlega þá, að því að þú ert alveg vel settur saman og við erum nú alveg spjallað áður, sko, ekki fyrst sinn sem við tölum. En hvernig svona leistur úr þessu, þú veist, ég held að maður... Ertu að minna hvernig maður vinnur úr þessum áföllum? Já, hvernig verður tekist á þetta? Ertu búin að fara til sálfræðing eða hvernig, fórstu til geðlæknir eða bara að loka þetta bara allt inni eða þannig til núna eða... Sko, sumt
var lokað inni sem ég bara myndi ekki eftir og kom ekki upp á yfirborðið bara fyrir en allt þetta fór að gerast og fórum að spjalla saman. En fyrsta sem að ég geri upp bara í 12 vinnu haust 2002. Það hafi komið upp atvik þar sem að maður nauðgaði meðan ég var sofandi. Og ég svona fór að vinna úr því. Ég tók eftir því að það sem að gerðist í kjölfarið að maður átti náttúrulega að reiknast kærust og svona en leið og kom að því að sofa saman og þá var búið, þá gerðist eitthvað innra með mér að ég bara fyrirleitaði að það gat ekki komið nálægt þeim út af því sem var búið að vera að gerast í þessari sveit. En ég svona mín leið kannski bara til að vinna úr að byrja, náttúrulega fyrsta skrif alltaf að opna sig og síðan við valið að fyrirgefa og það alveg til aðferðir þar sem að getur fengið hjálp með sálfræðing. Það ekki dáleiðslega neitt þannig. Þú bara að fara inn í minninguna þar sem að þú lítill og svo bara ferðu inn í aðstæðina þar sem þar sem þú upplifir þetta óréttlæti og tekur bara utan litla þig og huggar þig og síðan þið sagt að koma tilbaka. Sú aðferð hefur alveg verið hjálpleg en ég held að það sé ekkert endilega einhver ein leið betri en önnur í þessu en svona kannski stærsti þátturinn að velja að fyrirgefa. Já. Og það svo margir sem að misskilja ef að ég fyrirgefa þá ég sem sagt, ég ekki að samþykja að það sem var gert hafi verið í lagi. Ég bara að velja að lifa ekki lengur í sársauka og velja að sleppa tökunum á því sem var gert. Og það hefur verið svona stærsti póllinn í þessu. Eins og núna eftir þetta allt að þá þetta bara búið að vera rússíbanni og það búið að lofa okkur alls konar aðstoð og hjálp og ég ætla bara að þiggja það allt sko. Ég myndi gera það. Það sko út af einu, ég var ekki bara sendur á Félagsveitabæði, ég var líka sendur á einhver úlíkaheimili. Já. Og út af einu úlíkaheimilinu þá kærðu við og ég fekk einhvern pening út úr því. Já. Sem alltaf gaman að fá pening. Já. En það sem hjálpaði mér var ég líka fór fram á sálfræðitíma og var lengi hjá sálfræðingi og ég mæli með því allan daginn að krefjast að þið fáið frí á sálfræðitíma hjá góðum sálfræðingi. Já. Og nýtið ykkur það. Það hjálpaði mér allavega gríðarlega sko. Já. Og þetta rosalega það sem þú sagðir með að fyrirgefa. Það var nú í MeToo-byltingunni. Hann sá ég einmitt þetta koma upp. Hann var Jón nokkuð held ég hann veitið og já. Hann sagði opinberlega að stelpur sem lenda í nauðgun þar verða að fyrirgefa og þá var hann væntanlega að meina það sem þú varst að útskýra. Já. En hann var tekinn af lífi gjörsamlega fyrir að hafa sagt þetta og það hefur örugglega verið þessi misskilningur þá kannski veist að maður að fyrirgefa bara til að leyfa þess að slæta eða eitthvað svoleiðis. Alls ekki þannig sko. En það líka sko allir virðingu fyrir öllu því góða fólki sem vinnur í þessu bransa. Maður hefur séð sko ykkur sem að telja þessi fagmenn og það nefnt fyrirgefning og það bara slegið í borðið. Hvernig, og þær manneskjur ekkert frjálst, þær ennþá fullar af sársauka og gremju og reiði. Já. Þannig að fyrirgefningin ekki til að samþykja, hún bara til þess að ég hef alltaf sagt hún til þess að við getum lifa frjálsir í briskum heimi. Já. Það mun alltaf koma fólk sem að segir eitthvað sem okkur mislíkar eða bregst okkur eða við bregðust öðrum og ábygglega erfiðasti parturinn að fyrirgefa sjálfum sér. Það alveg til alveg nokkra góðar aðferðir og vil fá að heyra sko. Já, hvað myndirðu mæla með? Ein aðferðin að skrifa bréf. Sjálfum sér? Já. Okay. Og þú kannski með eitthvað góða vinn sem þú treystir og síðan svarar þú sjálfur þér
og lesta upp líka fyrir vinnin, svo bara kveikir í því. Já, Hinn aðferðin er bara að tala við í spegli. Ég man eftir að mér fannst það erfitt, sko. Mér leið bara eins og ég væri hálfviti, sko. En ég talaði bara við mig í spegli og svo seinna meir fór maður bara að tala hluti við sig í spegli, segja þú ert dýrmætur og þú ert allt gott skilið og alls konar svona uppbyggjandi hluti. já, Og það hefur miklu áhrifaríkari áhrif á mig að nota spegil heldur að skrifa sjálfur með bréf. já. Þetta sko þarna það eru örugglega margir sem munu ekki vilja tala jákvætt við sig í speglinum en á sama tíma lenda þær fyrir fram að speglin helvítis fáitun, ógjusluður eða eitthvað svona og eru þannig að niðurlega sjálfan sig í speglinum með Já, að tala illa til sín. En ef þú segir á sama myndi segja þetta þá bara hvað, þetta er hommi. Þú veist, þeir bara eru svo fastir í þessu að geta ekki tala jákvætt til sig en það einmitt þetta sem gengur svo illa að takast á því þegar maður búinn að eiga svona uppeldi og væntanlega hafa heimilisaðstæðin og þínar verið erfiðar að það sendur þarna. Já, og líka bara búin að gera margt af mér. Ég náttúrulega var á BUGL líka 1,5 ár áður en ég fer þangað. Okay. Og þegar ég fór að lesa skýrslurnar þá var alltaf bara eins og væri búið að ákveða það að þau ætluðu bara að reyna að rífa mig af foreldrunum og líka það sem að gerist hjá okkur þau eru svona ungir og við erum teknir í burtu og við skiljum ekki og að tala áðan að við höldum að sé eitthvað að okkur að við verðum líka fyrir tengslaröskun. Það er rosalegri. Og það sem að hefur gerst allan að mér í seinni tíð hef átti erfitt með að tengjast fólki og erfitt með að hleypa að mér og það hefur kostað alveg bara margra ára að vinna í því eins og þegar maður var að byrja samband með mannesku og þá var oft þessi ótti að ég er ekki nógu góður, kannski kemur ykkur annar og stelur henni að því að hann er betri en ég og þessi sjálfsvirðingin okkar, hún er bara í rústi. Maður fyrir að hata sjálfan sig þegar maður elst upp svona og þegar það er rofi á þessi tengsl og síðan þetta bara einhvern veginn umhverfi að því að þetta ekkert nema niðurbrot sem maður að gangi gegnum og það sem þú gengi gegnum hana og þekki það sjálfur og þannig var það á heimilinu mínu og á sveitabænum og þetta á þessum aldri þegar heilin að mótast þá þekki maður ekki neitt annað og maður heldur síðan áfram með þetta niðurbrot og þessa einangrun á sjálfan sig af því að það einhvern veginn bara búið að koma þessu ferli inn í mann og það rosalega erfitt að komast út úr því og sérstaklega þegar maður búinn að ganga í gegnum svona og þá skiptir eiginlega ekki neitt máli og margir sem gangi í gegnum svona leiðast inn á glæpabrautina fara hvort sem afbrot, ofbeldi, selja fíkniefni, hvað sem það allir bakkin jafnvel sko. Já. Og að því að það heimurinn búinn að bregðast þeim og það komin í sér reiði og það og reiði yfirgnæfir allar tilfinningar eða þú leifir sem bolta að rúlla þannig að þú hættir að finna og eins og eðlilegt og síðan byrjar að nota reiðina því að það búið að brjóta mann svo á manni og maður svo brjálaður og það skal enginn brjóta á mér aftur. Já. Þannig að reiðin breytist í svona vörn og þá byrjar þessi eldur að loga og eldurinn, reiðin svo rosalega sterk að hún logar, þessi tilfinning logar yfir allar hina tilfinningarnar og það rosalega erfitt fyrir marga að snúa sér út úr þessu þegar þessi bolti farin að rúlla áfram þeir oftast lenda bara á vegg hef ég séð og kynntist auðvitað svo mörgum í gegnum þessi heimili sem var eins og óvirkur að maður hókati með öllum þessu krökkum í gamla daga. Já. Og það rosalega dapulegt að sjá sko ég náttúrulega að svona þótt ég sé nú ekki búin að fullkomna þá tel ég mig að ég alveg búin að taka lífið mitt rosalega vel í gegn með sérstaklega miðað við marga aðra en það sem brýtur mitt hjarta mest að sko allir sko fyrsti vinur minn fyrirfór sér þegar við vorum 14 ára og síðan var ég búin að fara í marga jarðarfarir áður en ég var 20 og það rosalega margir farnir í dag því að þeir fengu aldrei neina hjálp og þeir bara gátu ekki rétt fram hjálparöndina og þarna og það svo
dapurlegt að sjá það sem eftir eru að þeir eru bara einu herbyggi og það dælt læknadóp í þá og þeir fá ekki neina aðstoð. Þeir eru eiginlega bara því miður orðnir heiladauðir í dag, þótt ég verið að nota það orð, af því það bara, þeir eru á nokkrum geðlum, nokkrum tegundum og búið að stækka skammtana og síðan bara á okkur herbyggi og maður sér Facebook-statusinu vera skrýtnar og skrýtnar hjá þeim. Það bara búið að yfirgefa þessa stráka og stelpur. Þú setja það bara í geymslu og deyfa það með einhverju lyfjum. Það bara það sem þetta og þetta svo sorglegt. Og síðan bara, overdósaðir og hægri vinstri að taka sér degi lífa því þetta ekkert líf. Það vantar rosalega, auðvitað við þurfum að finna eitthvað svona úrtak fyrir börnin en það vantar líka eitthvað gott úrtak fyrir fullorði fólk sem aldrei búið að hjálpa. Það ég held að sé ekkert til fyrir þannig. Ekki nema bara eitthvað svona, ég ekki áfallamiðstöðin sem að sorgarmiðstöðin sem hjálpar með svona hluti held ég en líka bara þú veist við vorum á þessum aldri á þessum tíma og þetta var mikið í gangi og ekki hlustað á okkur sem betur fyrir það búið að breytast aðeins í dag og einhverju verkferðlar hafa lagast þú veist það ég vona það staðin fyrir að rífa börn strax út á heimilinu og þá reyna að nota ykkur aðferði til að vinna með fjölskyldun en eins og við náttúrulega förum bara brotnir úr þessu umhverfi og okkar leið var bara til að deyfa okkur að finna ekki til og ég man alveg sérstaklega vel eftir þegar ég smakkaði áfengi fyrst mér fannst ég bara að vera venjulegur þorði að tala við fólk og þá var ég komið með svona tímabundna lausn að finna ekki svona til eða upplýkja en að sásauka innra með mér bara út af því sem var búið að vera að gera. Ég skil þess að upplýst sko þarna ég átti nú pappa sem nú alveg kostulegur sko og við þarna það var nú keisarinn, veistu hvað keisarinn var í gamla daga? Ég man eftir hann var beint á móti Hlemmi. Já, það þetta segja að eftirpartí á keisarinn var síðan heima á pappa sko. Það var þegar eftir að mamma og pappi skildu það var nú samt alltaf oft eitthvað fyllir í og pappi kynnti mig nú fyrir fíknefnum og þarna fyrsti maðurinn til að gefa mig línu og fyrsti maðurinn til að gefa mig smók og ég man alltaf það sem ég sagði sko áfengi, jújú það var svona laust fyrir mig þessi sásöki sem var búið að koma inn í mann sem barn og þetta maður þetta var og þessi tengingaleysi, maður áttu svo erfitt með að tengjast hínu krökkunum að því að það var bara búið að taka þetta í burtu frá manni. Já, og svo tengslaröskun. Tengslaröskun og líka vera að senda barn í sveit 8 og 9 ára þar sem að maður ekki í neinum samskiptum sem kemur í bæinn 10 ára og bara allar að tala saman og maður búin að missa það sko. En allavega þegar að faðir minn gefið mér fyrst að smóka kannabis þá upplýði ég þetta. Þá fann ég svona ró og ég man alltaf ég sagði við hann bara vá, þetta það sem ég búin að vera að leita að allt mitt líf og þá var hann bara það eru farin að róla í þetta efni fyrst á svona 8 að segja, kannski var þetta ekki sniðugt en þetta var alltaf þetta var í upphildinu mínu og ég man bara þarna að ég fann svona frið í fyrsta sinn sem ég man eftir í og auðvitað en þá það auðvitað þeir krakkar sem koma af svona brotniri æsku og hræðilegum heimilum og sérstaklega þeir eru konum í sögu eins og þig og svona og sækja í efni og uppgöta svona efni og finna frið það verða það sem ég kalla alkoholistar og jafnvel margir bara get ekki verið til í veruleikanum og breytast bara í bókstaflega róna og það rosalega sorglegt að sjá fólk sem átti gott uppeldi dæma þessa einstaklinga harkalega við að þú ert bara helvítis aumingi. Þetta fólk sem segir þetta hefur jafnvel átt gott uppeldi og kannski einhver öskra á það og ég átti erfið æsku. Hvað verið sagt að þegja 2 sinnum eða eitthvað. Og en ef þetta fólk sem að dæma svona hefði verið látið ganga í gegnum það sem kannski einhver einstaklingar sem
eru bara orðnir rónar, þau kannski fá helmingina sásökunum þeirra, þá það eru margir sem myndi bara ekki þola og væri bara búin að taka sitt eigið líf, og þetta er það sem fólk skilur ekki, að þú veist, það velur enginn bara, í dag ætla ég að vera róni, þú ert auðvitað að deyfa þig frá einhverju gríðalögu, það er oftast eitthvað svoleiðis bakvið það og fólk hefur bara ekki skilning á þessu. Jú, líka, sem sagt, eins og með líðan, þá var rannsóknir sýnt fram á það að þegar við erum að gera eitthvað af okkur, þá er það af því að við erum særðir og það er óuppgerð mál innra með okkur og svo sársauki og reiði og það brýst fram út í þessu formi. Og kannski einstaklingar sem að lenda á vondubrautinu og eru svo komnir í fangelsi. Og mér finnst svo rámt sem sagt við að mér finnst að fjölmiðlar Íslandi ættu bara að gera sama í Bretlandi, þú ert ekki nafngreindur, af því mér finnst það vont ef að einstaklingur er nafngreindur og hann fær dóm af því hún verður áur og vondum staði í lífinu, þá er eins og sé að vera að koma í veg fyrir það að þessir einstaklingar geti fótað sig aftur seinna, af því að það er búið að brennumerkja þá í fjölmiðlum að þeir séu svona og svona og þá fara það oft bara út á sömu brautina, en ef að það væri myndbirtingar af þeim og nafnagreiningar væri teknar í burtu og þá væri mjög líklegt að þessir einstaklingar fengju séns eða ættu séns á að fá að breytast eða breyta lífið sínu seinna. Sko, já, ég get verið sammálað því nema ef það eru kynferðisglæpir. Já, það er kannski hægt að draga mörkið þar. Já, ég finnst að eins og barnaníðingur og svona þetta það ætti bara vera bara líka við döðudómur sko, og ég er bara svolítið þannig sko, sérstaklega eins og fyrir manneski eins og þessar konu sem við erum að tala sko. Já. En jú, það mætti vera betra sko, það sem kom mér á óvart er að út af uppeldinu mínu að þá var ég bara svolítið það sem ég kalla og veist, ég þoli þetta orði ekki þetta undirheima Reykjavíkur og veist, það sem ég finnst vera undirheima Reykjavíkur er það sem er að gerast í pólitíkinni, það eru alveg undirheima Reykjavíkur borgar, það eru algjöru krimmar þar, veist, við vorum bara smákrimma með það þá sko. Skátadrengir. Já, en ég hef þetta elst upp sko og þannig að ég það bara að byrja að sjá mig mjög snemma og hugsa bara hvað ég er að gera í lífinu og ég hef engan tíma til að vera eðlilegur úlingur og ég elstu þetta upp sko það sem fullandi menn, pabbi og vinur hans eru allir bara að setja nál í æðina á sér og síðan er bara geðviki í kringu það og ég held ég að verið 16 ára minni ég hafi verið 16 ára og þá labba ég inn og það er eitt svona sem ég kynnist sem er einn af mjög fáum á þessu tímabili ef ég ætlaði að leika við eitthvað krakka sem var eðlilegur en maður var eitthvað snarruglaður og það var bara, þú mátt ekki leika við Ævar, það var alltaf það sko. Þannig að maður kynntist aldrei eðlilegum heimilum, einu heimilin sem maður mátti vera velkomin á var þetta ruglaði en heimilistæðstanum mínu voru bara svo ruglaðar að við börnin urðum öll ruglu með því sko, sem er skiljanlegt en maður er svo, sko, 16 ára gamall, þá labba ég inn til pappa. Það er búið að sparka hurðinni og þarna er ég reyndar með einum sem kemur á venjulega heimili. Já. Og ég labba inn, það er blóð upp í loftinu, blóð á sófanum hana og þessi gömlu kallar, þeir eru helviti harðir, sko. Það verður nú að segja miklu harðara heldur en við erum í dag, sko. Já. Og það er gaur nýkomin aftur á spítalanum sem hafi verið stungin hana og hann er bara með þetta umbúr hérna á hliðinni, allir fjólublæri framan en mættur aftur í partíð til að drekka. Já. Og ég er bara svona, já, ok, herru, pabbi, hvað er að gerast? Og þarna, sko, þessi, hérna, hún Hjaltabekka var að halda fram í Hjalta með þessum hérna gaur. Þannig að Hjalti kom hérna og sparkaði hurðinni og hann stingur þennan mann. En Hjaltabekka, hún tók hníf og stakk Hjalta og ég, sko, aldrei kona stungin einn aður sem ég vissi af og maður var svo ruglaður í hausnum að ég sprakk úr hlátri að því að mér fannst það fyndið, þú veist, sem er þetta þroskaðert.
og meðan ég hlæjandi þá lít ég á hana venjulega vin minn sem að koma með mér inn í þessa aðstæður og munnunum á honum hérna, hann bara gapandi, frosinn og bara að horfa á þetta, hann ekki að trúa þessu að þetta sé að gerast og ég þetta, það sem þetta bara venjulegt fyrir mér þetta umhverfi, líta hann eiginlega bara hvað að þér eiginlega, þú veist, ég fatt ekki hvað þetta er ruglað þegar ég 16 ára og ef maður hugsa tilbaka þetta, að maður bara, wow, þú veist, bara greið 16 ára krakkina því að ég gerði þetta eins og þú þegar ég fór að vinna í lífinu mínu og þetta var reyndar gott ráð sem þú talar áðan, sko, að að taka utan um litla dreng, litla þig, en ég gat ekki litið tilbaka og hjálpa sjálfum mér nema þegar ég fór að hugsa mig einhvern veginn í þriðju persónu skilur ég þurfti svona að horfa á litla drengin út af eins og hann sæti þarna og ég var að fylgjast með honum og þessari fjalla alla minningarna mínar sem ég á ég þurfti einhvern veginn að breyta þeim yfir í það til að geta unnið úr þeim, skilur hvað við ég gat ekki nálgast þar öðruvísi og ég skrifaði rosa mikið af mínum upplifum niður og það var svakalegur rússipann ég hef aldrei gert að ég fer 2009 á einmitt fer ég í meðferð og bara Guð blessi bara meðferðarsystem á Íslandi verðum að nota það sterk orða því að eins mikið og margir að tala illa S.A.A. það þetta búið að bjarga ófáum mannslífum sko. Já, mjög mörgum. Mjög mörgum, en þarna fer ég í kjölfari og þá fer ég einmitt að skrifa niður. Ég skrifaði mér ekki bréf, en ég skrifaði upplifuna mína, minningarna mína niður sko. Og ég þurfti að breyta því að maður byrjaði bara að brotna niður aftur sko. Og ég hef nú ekki mikið talað þetta, en ég þurfti þá einmitt að fara og setja mig í þriðju persónu og það sem ég upplifi var að ég leit á þessi litlu útgáfa mér sem þetta væri ekki ég og guð mig góður hvað ég fór að vorkina þessu barni rosalega mikið sko að ég hef aldrei leyft mér að vorkina mér ég tók þetta alltaf á reiðinni frekar hörkunni og þetta er engin veikleikið það styrti mig bara á eitthvað svona tjöfsrugl sko en rosalega vorkindi í þessu barni því ég fór að líta á mig svona öðru sjónarmiði. Ég líka svo vorstu lýsa aðstæðan sem varst í þar sem að það var bara eðlilegt fyrir þér en vinið sem var ekki úr þessu umhverfi bara með höguna lafandi niður á hné og sama bara svo var í sveitin þá var að láta maður nutta sig eitthvað svona maður gerði sér ekkit grein fyrir því að staðirnir og allt það sem var að biðja mannum að nutta þetta væri bara mjög óeðlilegt og það er ekkit mjög langt síðan ég bara fattaði en hvað ef þetta hefði verið miðaldra kallmaður að láta litla stelpu nutta sig hefði hann ekki bara verið kallaði barnaperi á þessum tíma? Já, pottþétt Jú, örugglega þetta samt sko eins og ég skil þetta þá það nú ekkit langt síðan að þetta barnadæmið, þetta var bara, það var ekki talað þetta gamla daga. Það var ekkit sem hét barnaníðingur eða eitthvað svoleiðis en, þú veist, ég bara byrjaði með Steingrímur Njálsson eða eitthvað að flettast upp á yfirborðið eitthvað starf í kringu það tímabil en á undan því þá var bara litið í hinn áttina eitthvað neginn. Fólk vildi helst, það var sko, svo tala hörkuna, upplifið minn svolítið var að svona margir að með eldri það var ekki þú gerðir eitthvað á þér og það bara svo er það bara búið og sópandi teppið og það var ekkit úrvinnsla úr þessu eða unnið úr hlutunum og fólk var bara oft með sársauka innir með sér og Já, þetta sem betur fyrir að breytast og þarna sko ég heyrði eitthvað en ég veit nú ekki hvort það sé satt en gamla ljósmyndir og sér það brosir ekki á þeim bara lífið var það hart í gamla daga að fólk var ekkit brosandi það var, ég heyrði það eitthvað að við höfum það bara svo miklu betra í dag að við getum brosa yfir þessu mörgu sko en þetta er rosalega breytast núna og það sem þið stíi núna fram samfélagið þarf rosalega á þessu að halda og það sem þið að gera með þessu svo rosalega stórt að það hálfa nóg og þetta vonandi
Sko þetta á eftir að hjálpa mörgum að heyra að þeir eru ekki einir og hvernig upplifunin ykkar og sjá að þeir eru að vinna úr þessu og heyra einmitt sko það sem maður er að tala að þegar maður búin að lenda í svona að nálgast annað fólk og til dæmis eins og að vera í sambandi og bara kynlíf þegar maður stundar kynlíf eftir að svona reynslu að vera bara skítur alltaf eftir kynlíf bara ég ógeðslugur eða eitthvað svona upplifa maður sér óhreinn nákvæmlega að þeir sem heyra það og hafa ekki stigið fram og fyrir það að heyra það bara þá er það ekki bara ég þú veist, þetta á eftir að skipta svo miklu fyrir marga og sérstaklega að heyra að það er leið útri og geta átt eðlilega nánd þrátt fyrir að vera að hafa gengið í gegnum þetta allt og verið lokaður svona stóran part af þessu lífsleiðinni það er framtíð Já, líka svona kannski mesta lækningin upp á nándunni gera var fyrir mig að eignast barn. Já. Og náttúrulega núna í gær, föstudaginn þá vorum við að jarða sem sagt móður hennar. Og við höfum alltaf verið rosalega náin, alveg bara frá fæðingu. Mamma hennar veikist og gat ekkert hugsað hana. Þannig ég þurfti bara að hætta að vinna og vera með hana. Og maður lærir svo mikið og við höfum líka talað það bara svona eðlilega að þegar við eignumst barn þá bara breytist allt. Og það hefur verið rosalega lækning bara fyrir mig að eiga litla dýrmæta dömu. Hún náttúrulega stækka fljótt en bara að upplifa þessu skilyrðislega ást og það er einstaklingur þarna og sem sækir í þig og þú færð að baða í ást og svona treystir á þig að þú mætir þörfum þess og það er rosalega dýrmætt og það hefur líka verið svona rosalega mikið lækning bara fyrir sálina og líka eins og við tölum með barnæskuna, þú veist, við áttum ekkert heilbrigða barnæsku en eins og þegar maður er að leika sér með barninu sínu eitthvað, þá er eins og maður sé að endur upplifa barnæskuna eða upplifa svona einhverja ákveðna lækningu innra með sér. Já. Þannig að ég myndi segja að svona besta lækningin fyrir mig var að eignast hana, af því að hún fær allan aðgang að hjartanu mínu og líka eins og stundum spjallað að ég gaf henni sem sagt ból og kannski þýða yfir á íslensku það stendur, pabbi minn heldur að hann ráði það er svo sætt og þær eru alveg með okkur í vasanum sko. Við förum með þér út í búð og svo í gær og þá fórum við í Krónuna og náttúrulega var erfiður dagur fyrir hana og búin að gráta því hann langaði svo að fá mömmu sína þó hann sé bara 3 ára. Og þá segi ég skulum koma í búðina og ég skal gefa þér nammi. Það er nammidagur á morgun. Svo komum við í búðina og þá sér hún melónu, svona stóra melónu. Þá vildi hún fá hana því hún hafi smakkað vassmelónu og tennur í fyrir einhverjum ári síðan eða aðeins lengra. Og svo fer maður inn í búðina og þá er sem mig langar í þetta og mig langar í þetta og svona maður á oft svo erfitt með að segja nei af því að manni langar svo mikið að gefa þeim það sem þau þurfa. Þannig að það hefur verið bara mest í skólinn í lífinu að vera bara einn með barn og maður þarf að vera í lagi. Já. Maður þarf að hugsa þarfir þess og mæta því, þú veist, gefin að borða og þú veist, klæða í flott föt og svona ég kannski með pínu fatar okkur ég myndi aldrei setja barnið mitt í föt sem ég finnst ljót þannig ég vil alltaf að hún sé lítið vel út og hann líði vel og þetta er bara búið að umturna öllu held ég sko. Það er sko það sem að vantar það er eins og við þurfum eitthvað svona ákveðið úr æskunni og síðan er það sem við allir þurfa, það er öryggi og væntumþykja. Það skiptir ekki máli hvar það er og þegar maður fær það ekki og það er tekið frá manni og síðan eignast maður barn og ég sjálfur dóttir
að geta gefið barninu sínu það er eins og við segir, það er eitthvað svona vantar á sálina sem maður fekk ekki Já, en það er svona lækningamáttur að geta gefið barninu sínu það ég er alveg samanlegaður þar bara dóttir mín hún fekk alla það ást og umhyggju sem ég get gefið að mér og það er bara svo þægilegt og það er undarlegt en það er rosalega var líka algengt að maður sá að þetta skildi ég aldrei það voru þessi, að því að þegar við vorum úlingar eða ungi menn þá voru við hópuðumst alltaf saman allir svona kaldir og ég var svona reyna að vera harðir sko. já, allir mikið að slagsmálum og einhverju svona rugli bara og maður var svo reiður einhvern veginn út í heiminn og síðan fæ ég hennan hræðilega fóstubabba sem var með mikið andleitt ofbeldi sko og síðan teki hann eitt kvöldi og leman og þá einhvern veginn og losnaði eitthvað inn í mér bara kom einhver eldur og maður var að slást mikið og þá hópast maður saman að því að maður alltaf hræddur á sama tíma þótt maður virkir sem harðasti gaurinn þá alveg ástæði fyrir að þótt sitt harður þá allt í hennu komin með 20-30 manna hópi kringu því það því að þú hræddur að vera lamin en allavega síðan færi allir að sanna sig fyrir hvora öðrum og þetta er bara svona þetta er svona kann maður segja þetta var kallmennsku eðli í gamla daga en þykir ekki kúl í dag sko ég held líka bara það fer eftir í hvaða vinahópum þú ert í sko en síðan voru fyrir ekki grip framur eins og ég var að segja sko í þessum hópum var stundum talað uppeldið og þá voru allir helvítis foreldrarnir mínir og la síðan eignuðust börn og urðu alveg eins og foreldrarnir sínir ekki verri það var þess að ég skildi ekki kannski bara hafðu þeir ekki hæfileika eða vopnin eða eitthvað til að eða bara endurspegla það sem að þið fengu já, gerðu það nákvæmlega og ég passaði með þetta á því að gera það ekki ég var reyndar búinn að taka til í lífinu mínu vildi eignast fjölskyldu og var að vinna mikið með tilfinningarlega því að ég fór ákveðna leið í lífinu og var með gulrót ef ég næ þessari gulrót þá mun mér byrja að líða vel og ég náði þessari gulrót á endunum og þegar ég náði og áttaði mig á því að eiga endalista peningum og allt þetta það væri ekki að láta mig líða vel þá fyrst byrjaði mér að líða illa því að fram að þeim tímapunkti þá hafði ég alltaf gulrótina að svona þarna maður líðarlega en þegar ég næði gulrótinni þá átti maður þá hafði ég ekkert lengur en þá sem betur fyrir að krassa ég og gerði það bara ég ætla að fara að vinna í sjálfum mér og reyna að vera góður maður en það sem líka kom því að stað var að amma mín dó sem var svona ljósið og svolítið öryggi mitt í uppeldunum mínu og við gátum alltaf að leita til hennar og fengið okkur að borða það var hún og Jón frendi minn það voru þessi tveir einstaklingar sem betur fyrir voru þeir þau til staðar en amma deyr og þá verður svona sjokk við það á þessum sama tíma maður eru uppgöta svona þetta ekki lífið að vera einhver cool gangster það er bara eitthvað fyrir bíómyndir en fyrir raunveruleikan það er kalt líf sko og ég var kannski meira tilbúin út frá því að ég lenti í þessu til að takast á að eignast barn því að ég veit ekki ef ég eignast barn upp á 20 ég hefði örugglega ekki verið tilbúin í það sko en ég hefði samt aldrei verið að slæmur á foreldrarnir mínir ég hef aldrei verið að kaldur og það er líka með það að dóttir mín hún 12 ára í dag og maður horfir oft á hana bara ég er stoltur að því að hún spurði mig hvort það hefði verið fyrir ári síðan eða eitthvað bara pabbi, drekku þú? Já, það kemur fyrir ég hef aldrei séð þið drekka ég hef séð mömmu drekka en ég hef aldrei séð þið drekka og fyrir venjulegt fólk þá er þetta ekkert eitthvað svona stórt kannski fyrir þau en fyrir okkur það er þetta sigur sko og hún skal aldrei fara aldrei að sjá mig drekka sko sama á mér bara orðin 26 ár síðan ég hætti að drekka en segja hún fekk að sjá ég hef alltaf verið edrú þannig ég náði að vera til staðar en við vorum að tala áðan og þessi harði kallar mínu upplifun var sko á sínum tíma þegar ég byrjaði að vinna í sjálfu mér af hverju var ég
að leita í slagsmál og reyna að vera eitthvað. Þá kom upp svona orð sem heitir falsvirðing. Við viljum að fólk beri virðingu fyrir okkur. Ég kalla það óttaslegin virðing. Eða óttaslegin virðing og það samt röng virðing. Já. Og líka annað punktur einhver segja, ef þú vilt að einhver beri virðingu fyrir þér, þá skalt þú byrja að sýna öðrum virðingu. Þannig að aðrir, eins og gullnareglan, þar sem þú vilt að aðrir geri þér, skalt þú þeim gera. Já. Svo þetta sama að við getum verið að væla yfir því að enginn að hringi mig, en er ég að hringi eitthvað? Er ég að reyna að sækjast að gera eitthvað? Sko, þetta það þú veist, maður var að slást og jú, maður fekk einhverja virðingu út frá því. En sko, hvort viltu virðingu? Að því að þú ert að slást, einn daginn verður honum gamall, getur ekki slegist og þá eiginlega allir farnir eiginlega bara svona hverfa. Það sem kom mér einmitt óvart var að ég komið svolítið stóran hóp í kringum mig og síðan þegar ég snífi blaðinu ákvaða hægt að gera það sem ég var að gera og koma hinum með við línuna í það sem ég kalla venjulega lífið. Já. Og hurfu bara allir og það var rosa sjokkerandi fyrir mig en amma var reyndar alltaf búin að segja að þú átt endalast á kunningjum en þú átt eiginlega aldrei neina vinni. Já. Og þeir eru mjög fáir í lífinu og hún var alltaf að stöglast á þessu og ég var fullt af vinnum en þarna fattaði ég að þetta var eiginlega ekkert vinnumann sko það voru alltaf en það er bara hendi inn í þetta sko að því ég elst upp þarna í svona ruglum heimi. Já. Þá verður lífið mitt rosalega ruglað og það er bara boltinn sem látin rúlla því ég þekki ekki annað og mér síðan bara kennt að stunda bara á ólulega iðju koma bara köllum á það og afla með peninga í gegnum það og geri það og alveg góður í því og síðan 2009 þá ákvað ég bara nú ætlum ég bara að skoða allt hvernig þetta virkar með venjulega fólki og ég hef aldrei tekið eiginlega þátt í það var ein kærasta þarna sem ég átti Jóhanna sem var svolítið sýndi mér aðeins venjulegt líf en fyrir þetta þá hafði ég ekki mikið séð það venjulegu lífi það var allir ruglaðir í kringum mig en þarna skoða ég hvernig kerfi virkar samfélagið, góða kerfi hvernig alþingi virkar, hvernig þú borgar skattana hvernig heilbrigðis og allt hvernig þetta fer allt hinum megin línuna. Já. Og ég var alltaf búin að ímynda með það að ef maður kæmi megin línuna sem venjulega lífið að væri alltaf svo góðir. Já. Það var einhvern veginn í hausnum á mér. Það er bara ekki reyndin sko. Það sem kemur óvart þannig er ég orðin bara 30 sko og aldrei búin að kynna mér almennilega venjulegt líf ég hef aldrei þurft þess, ég var bara búin að vera í mínum hellir og búa til minn veruleika og síðan fyrir maður að skoða þetta megin og þá komst ég að því sko hvað meinfýsni ég kunni þetta orðið ekki einu sinni þegar ég því að í heiminum mínum sem ég lifði í, ef þú varst með meinfýsni þá varstu bara lamin þannig að það var ekkit svoleiðis þannig það var annarkvæmst varstu bara fáiði og fyndin fáiði en svona meinfýsni róttu hefðin það var ekkit, þú varst bara burtuð með því sko en ótrúlega mikið þegar ég sá að ég kemur hvað fólk getur verið með mikið að svona meinfýsni og svona og líta niður á aðra það hroki sko. Mikið hroki og sérstaklega menntahroki það eitthvað sem ég bara skil ekki sko, þú getur alveg verið góður í einu fæi ég ætla að fara að læra þetta og þú getur masterað það en þú getur verið svo rosalega heimskur í öllu öðru en samt einhvern veginn lifur að þú sérst gáðar einstaklingur af því að þú lærið þetta eina fag og ert miklu betri í því heldur en allir aðrir ok, gott ég og lærir þetta eina fag en það segir ekkert að þú vitir allt hitt að þú vitir eitthvað mikið lífið eða eitthvað því þú lærið þér eitt fag en einhvern veginn hinum með lína þetta svona miskilið og þetta það sem ég tala menta hroki rosalegt bara því þú lærið eitt fag ég get ekki skilið þetta að hvernig þetta gerir þig ekki gáðan að læra eitthvað eitt og vera góður í því sko Já, maður var oft sko kannski að reyna að kynnast ykkurum og það var alltaf hvaða menntun ertu með og ég þetta og þetta þá bara ég missi áhugann Já, ég get það ekki þú veist Þetta er líka bara eins með bílar þú veist, þú veist, fyrir mér er bíl bara apparat til að koma mér á milli staða og hann þarf ekkit að vera rosa flottur hann bara þarf að virka
og náttúrulega upplifa að maður geti komist öruggur svo núna þegar að fara að keyra heim næstu viku að þá erum við að fara að keyra í 10 klukkutíma og að því að ég bý sem sagt á Breiðdalsvík og maður er með lítið barn meðferðis þá þarf maður að stoppa reglulega og leyfin aðeins að hreyfa sig og svona þá náttúrulega vilja að bíllinn sé öruggur en hann þarf ekki að vera eitthvað geggja flottur eða Nei, en það er líka sko þegar maður er á svona sögu eins og þú og er orðin fullorinn þá held ég að sko því að maður er að sé þetta hjá nokkrum sem hafa gengið í gegnum svona maður verður annarkvort verður maður brotinn eða dýpri maður bara sýnir það ekki og það sem ég á við dýpri er að þú vilt alltaf aðra hluti úr lífinu þér langar bara að líða vel það er, þú ert búin að upplega svo mikinn sársauka og það þarf miklu meira til að láta þér líða vel heldur en öðrum það þarf miklu meira heldur en bíl það veist, þú ert sem betur fyrir eru margir ennþá þannig að það þarf lítið til að gleðja þá en þegar að ég tala dýpt það þarf miklu meira til að fylla upp í þessa dýpt til að maður verði ánægður og það sem eina sem getur gert það eru djúp samtöl jafnvel hugleiðslega mikill svona tilfinningar og það fer maður að leitast eftir í lífinu miklu meira heldur en materialista eins og það kallað á íslensku Já, ég líka eins og með þessar hluti maður var oft að reyna að kaupa sér nýtt af þessu tæki nýja síma, nýja tölvu nýtt sjónvarp flott hátalakerfi en þetta maður var alltaf að reyna að fixa líðan sína með því að kaupa hluti það gefur ekki neitt reyna það sem að gefa mér hamingju mesta hamingjur dag í barnið mitt Já. þegar ég sé að henni líður vel og þú hún er glöð og hún vil stundum bara pabbi sín koma og dansi með sér og við erum bara leika okkur og fíblast og Ég var að dansa við dóttur mína í dag Já. bara, ég myndi ekki láta henni sjá það en maður leiði verið að gera það fyrir hana því að henni þykir það skemmtilegt svo ég skil líka að þau sko Já, ég let eitt myndband að mér dansa með hana vaða á TikTok sko. góður maður. En ég er samt óbúslega latur inn á TikTok og líka bara samfélagsmiðlum að var allan daginn og það er ekkert eitthvað íkja mörg ár síðan að var gert grínarni í áramótaskaupinu það var óska gleðilega jólun út af Messenger og símanum og það var svona eins og fólk væri búið að missa tengsl við raunveruleikann Já, það er svolítið þannig en svona hamingja fyrir mér eða þú veist, þú getur líka bætt við gleði þú veist, hamingjan er svolítið háð ytri aðstæðum og gleðin hún kemur innanfrá Já og við getum alveg átt gleði í líf okkur þó við séum að ganga í gegnum erfiða hluti og líka þú veist, gott að halda í húmórin þú veist, hann getur hjálpað okkur maður má ekki vera þetta var að gerast og þetta og ég þarf ekkert að vera alvarlegur eins og tala ráðan með myndinir í gamla dag var enginn að brosa bara eins og var að horfa á okkur sem að langaði að drepa þig Sko, þetta með húmórin en núna þú veist, ertu búin að ganga það gegnum margt og sko húmórin mun svartari því meira sem hún gengir í gegnum það er til að takast á það og það er fyndið til dæmis þeir sem voru með svartasta húmórin af öllum núna undanfarið eru þeir sem lifðu helfuruna af gyðingarnir þarna hjá Hitler Já Það var þekkt eldra kynslun sem er núna að deyja út í Ísrael. Já. Þau voru með svörtustu brandara, bara svartasta húmor ever. Það er sem voru búin að sjá hennan hryllingana. En þetta virðist vera svona coping mechanism, bara til að takast á við veruleikann er að gera grín á honum. Og það er oft miskilið bara, þú ert vondu maður bara nei, ég er bara búin að sjá svo rosalega mikið að ég þarf bara að díla við öll þessi áföll mín með því að breyta þeim í húmor og venjulegt fólk getur ekki skilið þetta ég fór svolítið mikið fyrir á Facebook á sínum tíma það var í Me Too og byltingunni og þetta þá var ég að leika mér eða æsa fólk því að
fólk var að trillast yfir öllu og allir að brjálast og Máttur ekki segja neitt. mátti ekki segja neitt. Þannig að ég var að Greta Thunberg til dæmis, ég fann mynd af henni með Hitlerskegg og setti það inn og það trilltist allt, hvernig geturðu, veistu að þetta er ung stelpa, og síðan fór ég að svara öllum bara til að æsa og meira sko, og þetta var ég sat hérna og vini minn allir að skamma mig því ég sat hérna heima með grenja til hlátri og ég bara, þú mátt þetta ekki, það skilur enginn að þú ert að gera þetta, þú veist þetta húmor að halda allir bara á þessi drugglaðir og ég veist þetta svo ótrúlega fyndið. Ég held að MeToo og þetta Vogue-dæmi, það virka þannig ef þú dyrfist að gera eitthvað svona eða vera á móti þeim, þá bara eins og komi bara heill hópur í einu bara og hjóli í þig. Það var svolítið, já, og þetta það er mikið ofbeldi í þessum hóp, þetta var þetta góð bild ekki byrjun á svona þörfu umræða að því að kynferðisofbeldi og allt það þetta algjör viðbæðjar og við getum alveg stutt bak við það, en það eins og mjög hatusfullar manneskjur að ræna alltaf svona byltingum, koma alltaf svona sömu típunar sem einhvern veginn bara svona, hann sem má kalla nægjalestir og vilja bara sjá heiminn brenna og oft mjög gáðar eða gáðir eða gáðar, hvernig þess að hvað í gangi, koma sér einhvern veginn í fyrsta sæti, grípa öldinni og eyðileggja byltinguna með hatrinu sínu. Maður sér þetta gerast aftur og aftur og aftur sko. Eins og var einn þekkt svona var eitthvað fekk alveg viðurkenningar fyrir baráttu kvenna og svona, mér finnst barátta og jafnrétti gott mál, en þegar það kemur af því að vera með kvenrembu eða kallrembu, ég finnst það ekki dvoðlega fyndið. Nei. Þessi manneskja og svona berjast og líti út fyrir að vera á yfirborðinu fyrir að vera góð manneskja með góð baráttumál, og svo sjást umræður þar sem að sama manneskjan að tala að berja eitthvað löffræðing með hamri í hausinn, þá þetta svakalegt sko, þetta var hún þetta Hildur blessuninn og þetta sko með hamarinn sko heimurum minn það það var handrukkarinnir og mikið af slagsmálum og mikið af það sem flokkast svart og uppbyldið, en þetta samt með því svartasta, það var mikið til að nexla mig, en þetta með hamarinn, hún vildi lemja með hamrinum sem heit hann ekki Einar, ég bara fyrst innilega afsökunar að því að löffræðingur hét hann Einar? Nei, sem var myrtur. Löffræðingur myrtur. Þetta var sko ef ég að rifja upp gömul sári þá býðist ég innilega afsökunar að því, en þetta var hamar sem var notaður við morð á manni. Ég man eftir í Mosó. Í Öskarhlíðinni fyrir einhver fótboltamaður eða eitthvað sem ég voru saman með Verslun hann og hann situr inni og ég bara man ekki nöfni eins og hræðilega með nöfn, en hún talar hann hamar, hann vilja nota hamarinn hans eina segja eitthvað því að það búið að víja hann og maður bara wow, bara þetta svo svart að detta þetta í hug sko, að því að búið að víja hann, þetta var svakalegt sko, síðan allavega það sýnum bara hvernig manneskja hún og það fyrsta sem hún gerir að henda manninu sinum bara undir strætó, en bara maðurinn minn gerði þetta sem bara bull sko, því að hún búin að vera að stunda þetta, en þetta var, og síðan var hún að gefa sig út fyrir að berjast á móti netofbeldi, en fekk verðlaun fyrir að berjast fyrir réttindu kvenna á sama tíma, hann að tala að stinga kvenmann í augun með tjaldtæl og eitthvað svona sko. Já, það tala þessu tvöfeldni, þú sýnir eitt en ert annað. Já. Og það var líka einn svona áberandi af því að þetta MeToo-dæmi kom, þá kom líka þessu útilokuna menning. Já, cancel-menningin. Já, cancellation, og þá var þessi manneskja rosalega framalega í því að útiloka kallmenn og taka einn og einn fyrir og hakka þá í sig. Já. Og hún vildi bara útiloka þau og það átti ekki vera neitt. Og allir sammála því, en síðan kemur hún með þetta og hún fær bara vinnu í ráðhúsinu. Já, ég að meina svo, kemur það upp að þessi manneskja, þetta ekki Hildur Lindal. Já, ok.
að hún var búin að vera að ljúga til menntun og eitthvað starfsfram á úti til svona þess að upphefja sjálfan sig og var með eitthvað svona podcast og var búin að vera svíkjút og eitthvað svona og svo sá ég eitthvað tímann á Twitter sem X í dag að vera að væla yfir því að geðliðin var í búinn og eitthvað svona og Þetta falag og síðan var bara einn svona eldklár fjölmiðlagur sem að bara uppgötaði þetta þá vildi hún fá okkur aðra meðferð en samt var hún búin að fara rosalega framalega í því að aðrir ættu ekki að fá tækifæri bara til að lifa eðlu lífa af því að þeir gerðu ein mistök. Þetta rosalegt sko og þetta var hún var að segja að hún hefði lent í kynferðislega áreitni á vinnustafnum hana og síðan var spurst fyrir og hún hafði aldrei unnið þar. Já, þetta var bara lygi sko. Já, en það sem komur rosalega óvart með þetta sko hvað voru margar eins og ég man þegar þetta kemur upp og þá kemur til dæmis eitt komandi, já kannski var hún bara að vinna á öðrum vinnustað þar sem þetta gerðist það ætlaði bara að halda áfram einhvern veginn með þetta en það getur vel verið að eitthvað hefði gerst á öðrum stað, ég ætla ekki að rengja það en bara svona tvöfeldni, þú veist ég styð baráttu mál og mér finnst ég er hlynntur jafnrétti. Það skiptir mig engu máli hvort að yfirmaðurinn minn í vinnunni sé karlmaður eða kona, svo framarlega sem einstaklingurinn hæfur í starfi sínu og sanngjarn og komið vel fram við starfsmenn. Sjálfsögðu. En þegar það svona kvenremba eða kallremba, það svona kannski yfir mörkin og kannski talandi það og talum gaman að æsa upp fólk. Já. Og þó að maður vilji jafnrétti og vilji öðrum vel að það var oft svona undirliggjandi í manni að svona eitthvað svona púki að reyna að æsa upp fólk eða búi til viðbrögð með því að sýna að þykjast vera já ég kallar þeim bara og eitthvað svona og konan á bara að vera heima eða eitthvað við vitum allar ekki þvæla. Það svona húmorinn stundum, hann eins og ég var að tala hann getur orðið svartur og húmorinn að sko fá viðbröð eins og þetta eitthvað sem ég að venja mig af. Það að því að góðu vinur minn alltaf að böggast í mér að segja þú veist, þú máttu vera að passa á þessu, þú getur ekki farið í partí að vera einn út í horni hlæjandi og allir að hugsa á þessu druglaði til dæmis. En það að segja eitthvað sem ekkert fyndið en að sjá viðbröðun við því sem ég segi, mér þykir það bara fyndið. Sjá manneskjunum bara, djúvullin eða eitthvað svona, sko. Ég var líka að blogga mikið fyrir mörgum árum og þá lærði maður fljótlega hvaða málefni þú gast talað til að fá sem mestu viðbröðin. Já. En svo seinna meir svona fer maður að hugsa framtíðin að þetta ekki sniðugt. Af hverju ég að skrifa eitthvað sem að særir aðra bara svo ég geti fengið viðbröð. Já. Þannig að ég breytti því alveg hvernig ég bloggaði og fór svona að vera með aðra pælingar og ég oft nota skrif bara til þess að vinna úr þetta hefur verið svo að tala dagbókina þetta rosa bara að hjálpa manni mikið að skrifa og tjá sig eða vera með alls konar pælingar. Já. Og ég bara það heppinn ég þarf bara að hugsa eitt orð og sest niður fyrir framan lyklaborðið og það bara komið ritgerð. Sko, ég reyndar hætti með þennan tröllahúmor eða trollahúmor eins og það kallað á netinu því að það var bara svo mikið að rugluðu liði byrjaði að senda mér svona engaskilaboð og maður á dóttir en maður aðeins að hugsa það sko og þetta var svona eins og Júlía hjá Snarrótinni ég man nú eftir að hún sendi eitthvað þarna til dæmis og það var svona baráttu kona sko það virðist alltaf að vera svolítið baráttu konunar hún sendi nú eitthvað ég man nú ekki og nú ég eitthvað orðaskak og ég held ég hef nú reyndar svarað henni leiðilega en það var hvort það var eitthvað svona að þið þurfum nú að láta renna ykkur á Snarrótinni að reyna að réttlæta alltaf hennan bardaða sem þið takist að eitthvað svona leiðindi og þá fekk ég bara engaskilboð frá henni bara já, herðu, ég hef nú heyrt að þú vilt nú ekki láta vorkina þér út á æskunniðinni en
það nú ekki annað hægt en að vorkina og eitthvað svona, ég var að fá frá svona fólki svona enga skiluð og hægri vinstri svona að reyna að fara í stæðan fyrir að tala eitthvað málefni að voru að fara beintir, ég ætla að fara í sálina hennar og meiða þig eitthvað neginn. Já, það oft sem að fylgir þessu bók. Já. Að það eins og þú meir ekki sem sagt hafa þína skoðun og ef þú ert annarra skoðunar þá ekki reynt að koma með rök á móti heldur ráðist á því sem persónu, þú veist. Já. Og oft í mörgu tilvikum vill þetta fólk ekkert sem sagt ræða málefnalega, það vill bara tróða sinni skoðuninn á þig og ef þú ert ekki sammála þá ert þetta og hitt og rasisti og eitthvað svona og líka þú veist, mér finnst pólitík hundleiðileg en ég hef mjög gaman af honum í miðflokknum, heitir ekki Snorri, já. Hann þorir alveg að nefna hluti sem eru óþægilegir en þarf líka að vera hægt að tala og hann fekk alveg mikinn hita. Já, heldur betur og það líka þessi stjórnumræðinu í dag eru rosalega vinstri sinnaðir þeir sem eru með fjölmiðlamenn og talandi RÚV sérstaklega og þannig að það var rosalega ráðist á hann og það sem gert í staðinn fyrir að fara á reyna að afsanna bara það sem hann að segja með tölum eða tölfræði eitthvað svoleiðis, það oft farið bara í manneskuna frekar og þetta sko, ég búin að fylgjast mikið með þessu eins og með innflyttur og svona og þá verið að tala glæpi í útlöndum og það mikið af tölfræðinni sem að sýna það og að það oft mikið vesinn með marga innflyttur og það bara svart á hvítu í dag og ég skil ekki hvernig þetta að líta framhjá því. Já. Og það auðvitað áhyggjuefni og viljum við fá það inn í landið okkar þurfum að skoða það eins og við erum opin landamæri eins og sumir eru að leggja til að það bara geðveiki bara... Við ráðum ekkit við að taka við svona mörgum þú veist, við kannski getum ekkit hjálpað mjög mörgum en þeim sem við getum hjálpað ættum að hjálpa vel en við eigum ekki að láta aðra menningar heima valta yfir okkur og það má alveg tala vandamál sem að skapast í kringum þetta bara eins og komaðu upp í Reykjanesbæ að unglingsstúlkur þorðu ekki í strætó af því að það voru menna áreitaðir og það mátti ekki segja innflytjandi af því að það varstu bara rasisti. Já, þú mátti ekki tala þetta og samt með vídeo sko, það sem, ég held að það eru 14 ára eða eitthvað sko, þá fullorðinn maður eldir hann alveg heim til sín og svona að kíkja inn gluggann og þetta náðist á vídeo og það alveg en það alltaf gert lítið úr þessu ef við förum að tölum þetta í dag og það eiginlega undarlegt en að opna landið svona og veist og ég get ekki skilið opin þessa hugsun opin landamæri að því að segjum að þú sért bara í Brasilíu eða eitthvað staðar Venezuela og þú gerir eitthvað hræðilega glæp þar segjum bara barnaníðingur eða eitthvað þannig að það sem bara annarkvort dauðadómur eða fangelsdómur og þú verður að flýja landið hvert annað betra en að flýja til Íslands við höldum alltaf að við séum nafli alheimsins en við erum bara eitthvað lítilega sem fáir taka eftir og við erum svo miklu minnumáttakend að ef við bara millilendir hérna já, Íslands vinurinn, hann kom til Íslands og bara en við erum eitthvað pingu lítið þannig að við erum oft svona hávarir tjúáa hundar geltandi minna tjúáa sko, við erum svo engisbrettar sem að heyrist í á nóttunni stöðar hvaða hljóð þetta en já, ef þú gerir eitthvað svona glæp það opin landamæri á Íslandi ég fer á felmi þar það frábært og bara, kom alveg fyrir einhverjum árum upp í fjölmiðlum að það var verið að leita af einu sem hafi komið og flutt til Íslands út af því hann hafi framið morð í öðru landi já, pólverinn hann já, en samt þú veist það eru fullt af pólverjum og fullt af pólverjavinum og svo mér finnst sko mest af þessu fólki sem kemur alveg harðdulegt og svona, svo kannski kemur ykkur einn svona og þá fyrir fólk að tala að það eigi ekki að vera í landinu
þess vegna kem ég með þetta með opin landamæri, algjörlega nei og auðvitað á að leyfa fólki að setja staði hérna, en það við þurfum að sigta það og það og líka hætta þessari meðvirkni, þú veist, ef þú flytur til Íslands þá alveg lágmarkskrafa að þú aðlagist íslenskri menningu, þú getur alveg haldið í þína hefðir frá þínu landi, en þú þarft ekki endilega, við þurfum ekki alltaf bugt okkur og beygja af því að þessi ósamanlega ykkur eins og gerðist þarna í Vesturbænum, það var eitthvað múslimapabbi sem hringdi í kennarann og vildi ekki að svona sem læri kristinfræði og það var bara tekið úr skólanum. Já, sko, við erum alltaf að tala að halda í íslenska menningu en á sama tíma erum við alltaf að minnka hana og reyna aðlegast útlendingum sem þetta bara rugla, sko. Það finnst mér. Mér nefnilega já, mér finnst að við ættum aðlagast af því ef ég yfirfæri mig sjálfan, ef ég flyti Bandaríkjanna og fyrir að heimta það að allir tali íslensku. Já. Þú ert bara að rugla þér, annarkvort talar bara ensku eða spænsku eða kemur í burt. Já, þetta er rugla orði, ég get ekki skilið, ég hef búin að heyra það að hvað í skóla til dæmis í Breiðholti þá bara í einum bekk eru bara 10 tungumál, það veist töluð. Sé ykkur tungumálein og ég get ekki skilja hvernig tækla þetta en þetta auðvitað bara undarlegt en ég veit til dæmis með Pólverjar þeir eru hörkuduglegir og þeir björgu okkur rosalega eftir hruni sko allir verkamennir flúðu hérna í Ísland, það var ekkert að gera fyrir íslenska verkamennin lengur smiðin og þetta fór allt til Noregs og þá kom sem betur fyrir Pólverinn hérna og bjargaði okkur alveg út af því hann segði bara ekkert verið byggt hérna á Íslandi þannig að það má ekki gleyma líka sko mér finnst ekki skipta máli frá hvaða landi fólk kemur eða hvernig það lítur út að hverja trúar það en maður vill náttúrulega bara að þjóðfélag okkar sé örugt og líka eftir að vesen byrjar, mann finnst til dæmis bara lögreglan í Reykjavík ekki vera mannleg lengur, það er bara eins og þú sért ykkur róbóti eða eitthvað, það er bara svo mikið meira að gerast núna eins og þessi geðviki með sveðjuna upp á Skyggnisbrautin og annað, þú veist, við vorum ekki vönir. Nei, þetta er sko það sem þyrfti að gera að manna lögregluna miklu betur. Það þyrfti að bæta við tvöfalt fleiri sko. Já, það þyrfti að bæta gríðarlega við. Álagið á þessum mönnum er rosalegt og þú veist, þegar maður fer svona virkilega að pæla í hvað lögreglumaður þarf að díla við yfir einn dag. Þú getur ímyndaðir viðbjóðum sem stökkva úr kannski einmitt fara eitthvað starf sem búið að vera barnaníð og það er bara nóg til að eyðileggja næstu mánuði að fara í svoleiðis venjulega manneskju og hvað þeir fyrir þarna síðan þurfa að gera skýrslu þetta og síðan stökkva í næsta mál og það er kannski kona stórslösu í bílslýsi og þeir þurfa að hljúga henni síðan fara í næsta mál og það er kannski eitthvað ofbeldi, eitthvað maður sem var að lemja konuna sína og þetta er bara allt á einum degi. Þetta er rosalega svona að því líka lögreglu, við vorum náttúrulega að leika lögreglu þarna í þáttaröðum í fyrra og þeir þurfa að upplifa alls konar aðstæður, heimilisofbeldi og erfiðar aðstæður og upplifa hluti sem að við kannski skiljum ekki. Og svo er líka svo skrítið með okkur Íslendinga. Við viljum ekki að lögreglan sé með vopn eða eitthvað svona, en samt vilja að það venda okkur. Og hvernig eiga þeir að venda okkur ef að koma eitthvað vopnaði glæpamenn, eiga þeir að nota vassbyssur eða leyser eða. Já. Og mér finnst svona eftir að því að við þurftum að leika í þessu og þurftum að fara eftir ströngum reglum með klænað og annað og þá svona fekk maður líka kannski bara miklu meiri virðingu fyrir þeim og þessu starfi en mín skoðun er svo að eins og það þarf ábyggilega að fylgja meir en helming sko. Já, alveg pottþétt sko. Ég er reyndar þekkti nú nokkra lögreglumenn og ég var bara hangandi með allar handa fólki í gamla daga þannig að
maður svona já svona kynnti sér einhvern veginn, ég líka bara alltaf verið forvitin að ég þurfti alltaf að pæla í öllu svona, þannig að og ég var alltaf að reyna að segja við strákana í gamla daga, ég bara hlustaði aldrei þegar verið að handtóka okkur vertu kurteis við lögregluna og þeir alltaf bara, næja, bara láta spá þetta eitthvað svona, ég alveg, ok, það eru lítið á þetta þannig en þú eru í löggunni og þú eru að handtóka út gaur og hann væri bara það er fucking fáiðin, ég ætla að drepa fjölskylduna þeirna, hvað myndir þú gera þegar þú sér það næst, þú myndir á bílnum, þú myndir stoppa hann bara því að þú myndir muna eftir þessu þetta og hann bara, já, þetta þessu nátt að vera kurteis við lögregluna þegar hún er að handtaka það, annars leggur hann þig bara í einelti og djúvillin mér finnst alltaf svo fáralegt þegar að vera að trillast út í lögguna sko, en síðan reyndi að útskýra fyrir þeim skilur að bara hvað, þú vilt að löggan hún vendi mömmu þín að ég vissum aðstæðum eitthvað, þannig að getur ekki gefið um smá kredit og það var alltaf flesti bara nötur fóitar, þrjóskunni okkur fannst þetta af því að við vorum að brjóta á okkur og og það, þú veist, flestir lögreglumenn og lögreglukonur í dag er bara toppfólk en svo geta alveg verið leiðinda skemmt eplegan inni, ég til dæmis af því að eins og basmáður minn heitir hún úr Breiðholtinu og ég ætlaði ekki að búa í Breiðholtinu, ekki það að mér finnist eitthvað verra eða eitthvað, ég vissi það bara ef þú byggir þar að það myndir löggan fylgjast meira með þér, ekki það ég verið eitthvað hræddur við það. Nei. En nema hvað við byggum þarna í Hraunberginu og ég sé að lögreglubíl eftir mér, þá bara hægir maður á sér og ég er bara komin sem sagt áttum bara heima beint á móti svona leikskóla og er bara að fara að beygja í planið þegar löggan blikkar og mér bara á og hélt að vera að fara að stoppa einhvern annan þá kemur lögreglukona og hún er bara ein og hún biður ökuskírteini og í sínu ökuskírteini og svo láta mig blása og þá hló ég að því að ég er búin að vera edrú í þú veist yfir 20 ár og mér fannst það bara fyndið og þetta var ekkert eitthvað illa meint gagnvart henni eða eitthvað en hún trilltist við það og svo blæs ég 0,0000 og hún segi bítu og svo fyrir hún að spyrja alveg alls konar spurningar og svo segi ég bara basmáðin, hún var orðin ólétt og dóttir okkar og ég segi farð þú bara inn maður og svo byrjaði hún bara já, við vorum nýbúin að fara í geymslu þess að mamma hennar var að gefa henni dót að því hún var að fara að flytja og þurfti að minnka við sig og áttu út að dótana og svo var allt einu kom alltaf verra og verra og alltaf bara að finna eitthvað það hlýtur að vera eitthvað sem ekki næstan fyrir ertu með einhver mál í kerfinu og þú er stressaður ég sagði, já, þetta er stressaður þú er búin að vera að þjarma hérna að mig bara allan tíman og svo við erum búin að vera að gera eitthvað svona bara í korter 20 mínútur og þá kalla ég á basmáðu mína að því hún var eitthvað út á plani ég sagði, við erum bara að gera þetta og þá bara rökk hún í kút og labbaði í burtu og svo kemur lögreglumaður með henni þetta var nú bara hefðbundi eftirlítið ég sagði, nei keyrði upp í planið og svo stóðu þau bara á planið og horfðu á mig ég bara var alveg í því ég bara labba upp að ég þarf að fá númerið þitt því að ég held að því að líka þegar þú ert lögregla þá ert með svo gríðalegt vald ég upplifði mín var svo kannski erum búin að eiga erfiðan dag eða bara höndlar ekki þetta vald eða bara hatar kallminn svo talaði pappa minn þá lendi hann í henni viku áður sömu koninni og lögreglumaður sem var með henni að því að hann brást við á sama hátt beðið hann að blása og hlær þetta er bara skrítið að því við höfum ekki drukkið í 20 ára og það endaði með því að lögreglumaður sem var með henni þurfti að draga henni í burt hún var svo æst en þetta er bara eins og alla vinnur að það er svona það er oft sagt og að þú fyrir að vinna á vinnustað það var alltaf einn fáiði á vinnustaðnum það er einhvern veginn þannig að máli búast við í löggunni líka og sérstaklega þetta dregur að sér vissa típur sem eru oft sigtaður út síðan sem eru algjöru fátar en síðan var einn vinur minn í lögreglunni og við vorum að ræða þetta og ég man alltaf að hann sagði sko
þegar þú ferð í lögreglubúningin, það gerist eitthvað fyrir þig, þá breytust í svona overhitju einhvern veginn, það bara þið líður öðruvísi, you got the power sko, það bara verður og það ekkert allir sem geta höndla það er bara þurfi einhvern veginn og þá komum við inn á þessa meinfísni og þannig hegðun og bara, jæja kallinn eitthvað svona, að láta þið finna fyrir í sko og það vantar mikið innra eftirlit innan lögreglunar maður auðvitað lenti oft í löggunni í gamla dag og þarna það var þarna hann fekk nú ekki nógu mikið kredit þarna, það var hvað heitir hann var aðalvarstjóri rosalega hávaxinn Geirjón, ég þekki hann já passi, ég held að getur þú flett upp myndaðinni bara svo Geirjón já, hann var yfir lögregluþjónninn í Reykjavík og fór mikið í fjölmiðlum það alveg flottu karakter, góðu kall sko það þessi nákvæmlega þessi maður, ég ber mikla vinningu fyrir þessum til dæmis að því að flest þegar maður verið að taka mann þegar maður var svona ungur það var bara, þú ert bara drulla skilur, það var alltaf komið fram við mann hann eða lögreglustöðinni og þeir voru svo rugglaðist hann tók mig og settu mig til dæmis í eitt skipti inn í mötuniti á lögreglunni og settu mig á stól þar og ég mátti ekki hreyfa mig, þannig var ég úlíkur og letu mig sitja þar í 9 klukkutíma og ég var ekkert yfir neitt svo ég bara, nú máttu fara og ég voru að reyna að kenna mér eitthvað leksju eða eitthvað, ég veit það ekki, það var alltaf eitthvað svona skrítið en þessi maður aftur á móti þegar ég var handtekinn á koman og hann settist bara við hliðina á mér og hann talaði bara við mig eins og maður og bara og við tölum heilingi saman og þessi maður hérna, hann ætti bara að kenna í lögreglunni vertu svona, þessi maður lét mig fá samviskubit yfir að vera glæpamaður bara, mér langaði að fara heim og betra bæta ráð mitt og hefði ég hitt nokkra svona lögreglumenn í gegnum tíðina þegar ég verið handtekinn allir hefði þessu svona, það hefði ég örugglega endanum bara, ég get ekki gert þetta lengur en þessi maður var algjörlega með þetta, þessi lögreglumaður já, hann Eyjapegi ég man eftir það var lítill það var var mamma í Hvítasunni kirkjunni Eyjum, hann var þar líka já hann reyndi að fara inn á þing það var nú eitthvað skotið niður hjá hann eða ekki, var hann ekki allavega ekki þingmennskuna eða eitthvað svoleiðis ég veit ekki, ég held bara hann hefði farið bara til Eyja til að njóta getur þú flettið upp Davíð hvort hann ekki verið í frambóðu eitthvað staðar það getur vel verið ég minni það sko ég veit nú ekki hvernig það gekk hjá honum 2013 bauð sig fram til alþingis fyrir Suðurkjördæmi fyrir Sjálfstæðisflokkinn en náði ekki ná þing þetta er maður sem þau þurft að ná inn á þing sko þetta er góðu maður sko þeir myndi ekki dyrfast til að rífast við hann sko nei, kemur eitthvað fram á okkur var hann ekki valinn á flokknum eða eitthvað hann satt á alþingi sem var að þingmaður februar, mars 2014 og apríl og mæ 2015 hann hefur bara verið aftarlega í flokkunum já, hann hefur kannski ekkit vilja vera eitthvað framar en þú veist, reynslan manns af honum er góð sem lögreglumenni og líka bara sem persónu sko. algjör og ég segir að ég var bara hrósanu hérna þetta var eitt besti lögreglumæður síðan þekki sko. En síðan reyndi að vera einn annar lögreglumæður síðan talaði við sem var mjög hátt settur inni á löggunni þekki hann persónulega og það er nefnilega ég nenni nú ekki að vera hraun yfir lögguna en ég get sagt mörg slæm dæmi kannski setna í einhverju setna podcastum færi ef ég þori því sko ég skrifaði eitthvað og ég með að vara ná þess að því ég skrifaði status lögregluna það er skipti síðan svona opinberlega eitthvað farið og skrifaði eitthvað og ég hef ekki verið stoppaður í mörg ár síðan labbaði hérna út úr húsi höfurlega 4 tímum eftir ég skrifaði hana status og loggan stoppaði mig bara í göttinni ég er bara herbiti, þeir eru að fylgjast með eitthvað þeir vona þessi hættir að fylgjast með Facebookinu mínu í dag en að því að ég veit sko ég fór að skjóta hérna og setti það á Facebook til dæmis 10 kvöldi til og var með þjálfara hérna í Skotfélag Kópavogur síðan mætti lögreglan þar daginn eftir upp í Skotfélag hvað var að gera hérna að skjóta byssu maður bara er eitthvað ruglað maður er að fylgjast með mér eftir öll þessi ár maður maður kannski passa sér betur sko. En vinur minn sko, ég ætla nú að segja þetta allavega þetta kemur frá hátsettu lögreglumanni ég spurði hann einhvern veginn hvað er með svona mikið að fá þetta minna lögreglunar hann sagði bara, því miður
þá verðum við að manna þetta starf og þetta illa launastarf og eina erfiðasta vinna sem getur unnið og þannig að við þurfum að ráða fólk sem við viljum ekki hafa innan lögreglunar en við verðum að hafa þetta bara til að manna þessar stöður og hann sagði að hlutfalli getur alveg dottið upp í 60% af lögreglunni og hinn 40% eru bara fín en 60% eiginlega svona gráu svæði sem ætti ekkert að vera í löggunni og þetta kemur frá þetta bara mjög háttsettur maður innan lögreglunar en svo voru líka svona misjaflega eftir hvaða svæði var eins og hvenær var það 2008-2009 í Keflavík þá var ég sem sagt fer ég á svona 12-spórafund í Keflavíkurkirkju og fer svo í kjölfarið að skila bíl sem að ég var líka að vinna á Bónstöð að hjálpa vinur minn Bónstöð og sá sem að var að taka við bílnum, þetta var bílaleigubíl og þá átti hann að vera eitthvað tengdur undir heimunum og þá ég bara kipti inn í bílinn og byrjaði að lýsa vasaljós í augun og sagt þú hlýtur nú að vera á róandi lyfji með eitthvað ekki eðlilegt að vera svona kammo sko já, því ég var alveg búin að heyra áður hann svo rólegur hann freðin eða eitthvað svona eins og fyrir þá sem kannski veit ekki hvað freðin að vera undir áhrifum cannabis og og þá að því að vorst að tala status og þá kom upp þessi gremja og fór að blogga eitthvað eins og náttúrulega og ég vildi bara fá afsökunarbeiðni og svona en bara glemdi því sko það sem hjálpaði mér sko var þarna þegar maður virkilega fór svona bara fá smá vit í hausinn og gera mig grein fyrir öllu ruglunni sem lögreglan þarf að glíma við og þannig að þegar maður var að lenda í einhverjum pirruðum lögreglumanni að hugsa ég bara hann hefur kannski komið að einhverju 2-3 hryllilegum aðstæðum og síðan kemur hann hingað og auðvitað hann fúll hann mátti eins og sagði hann hafði kannski verið í einhverju það sem hefur verið barnaníðingur og hann má ekki lemja barnaníðingin og eða einhver gaur sem var að neðbrjóta konuna sína og hann má ekki lemja gaurinn og sem kemur hann og hann tökur mig og hann kannski vondu skapið ennþá og ég byrja að setja þetta upp svona þetta hjálpaði mér rosalega að díla við þessa brjálæðinga hjá löggunni sko. En síðan var svo fyndið að hjá lögreglunni það var oft verið að tala að voru að hverfa þarna en það var svo skondið þegar það voru að handtaka og taka eitthvað fíknefnum og sterum þá eiginlega aldrei steranir skráðir þeir hurfu alltaf og síðan voru það alltaf út massaði löggunar Já, það var einhver sem að sagði stera löggurnar Ég ætla ekki að nefna eina en það einn af það sem fyrsti stafurinn byrjar á S og það vita allir frá vissu tímabili fyrir 20 ári síðan hver það sko en hann var mjög steraður og hann var mjög æstur og hann náði mjög langt í lögreglunni og þetta segir svona hvernig típa hann var líka að hann var hangandi og allir bestu vinnur hans voru að stundu ólulega yðju og allir æsku vinnur hans sem hann fer í lögguna og byrja bara að handtaka það alla því að hann vissi allt það og þannig að hann komst alltaf fljótt upp þannig sko Já, hann nýta sér aðstæður Það svolítið, það svona ég veit ekki hvað maður á að segja jú, hann á upphalda lög og reglu sko en taka alla æsku vinnina ég veit ekki hvort ég geti gert það sko Já, svolítið maður veit það ekki en síðan voru líka bara margir ég ætla ekki einu svona að fara út í það ég ætla ekki að koma mér í vandræði hérna sko Nei, maður passa sig svo sögðum áðan við erum bara kurteisir Já, maður líka bara að vera að passa sig maður býr stundum yfir upplýsingum sem maður á bara ekkert að vera vita eða tala Já, því að maður getur bara lent í vandræði með það sko En aftur núna út í máli, við erum alveg komnir í samtalið hérna en eins og ég sagði líka við í byrjunni hérna að þetta verið ekki viðtal ég vil aldrei að þessi ef við getum kallað þetta þátt, podcast þáttur jú, það er þetta að kalla það en ég vil aldrei taka viðtalunni ég finnst það svo, það ekki ég en þetta var bara að vera samtal og eins og ég sagði við því að ég byrju áður við fórum að taka upp að ég ætlaði að deila eitthvað á ræskunni minni og þú myndi að deila á ræskunni þinni en síðan talaði nú einn annan hérna úr málunu það er Siggi hérna
Já, vinur okkar. Já, sem ég er nú búin að þekka lengi og mikill húmóristi. Alltaf ég hefði gaman á honum þegar, já, vorum að spjalla í gamla daga og við tölum saman og því miður getur hann ekki mætt hérna því að hann er erlendis sem ég vissi ekki, ég er ekki búin að vera í bandi við hann síðustu árin, þú veist, og Nóri. við erum búin að spjalla núna eitthvað undarfæri hérna, en ég spurði hann í gær, er eitthvað sem þú vilt að komi fram hérna í þættunum að ég sá hann með að þú voru að koma hérna og hann skrifaði hérna tilbaka og ég spurði hann að hvort ég mætti bara að lesa þetta upp og ég ætla að fá að lesa þetta upp hérna þarna, þetta er frá Sigga. Ef ég mætti nefna eitthvað sem mér finnst mikilvægt að taka fyrir í þættinum þá væri það kannski þetta að stíga fram ekki aðeins úr sársauka heldur líka út frá heilun að það sé hægt að vinna sig í gegnum fortíðina, finna sig hjálp og byggja líf sem er gott og heilt þótt sagan sé erfið. Mér finnst líka mikilvægt að samtali snúist ábyrgð kerfisins, vernd barna og að hlusta á raddir þeirra sem hafa upplifað svona hluti án skömmunar eða þöggunar. Og kannski líka að minna á að ef fólk upplifir sterkar eða erfiða tilfinningar í kjölfar þáttarins og umræðunar í kring, þá sé mikilvægt að bera það ekki einn eða ein, heldur leita til einhver sem hægt að deila þessu með eða finna sér hjálpar. Þarna, þetta er rosalega vel orðað hjá hann, finnst mér, og það er einmitt algjörlega 100% að núna í kjölfara þessari umræðu ykkar og þessi bolti sem rúlla, það eru rosalega margir að núti sem hafa lent í ekki bara sveit að þetta er mjög algengt að þetta sé bara allstaðar og það er búið rosa mikið tabu sérstaklega fyrir okkur strákana að leita hjálpar með svona og þá er þetta, það er ekki langt síðan að það var alltaf sagt ef þú lendir í svona, þá verður þú svona sjálfur og þess vegna held ég að enginn hafi þorað að koma opinberlega fram með þetta, og þetta er núna, það er alltaf líkur á því að þetta getur myndað einhverja brenglun að lenda í svona, en að segja að þessi 100% líkur að allir sem lendi í svona verða svona líka, það er algjört kjafta. Það er algjört þvæla. Það er algjört þvæla og þannig að sem betur fyrir það búið breytast, en bara kynslóðin mín og sérstaklega fyrir ofan þá var þessu trú en þetta er að mynda að breytast núna og þarna þeir sem eru að upplifa það að hlusta á þetta og þetta einmitt þess að kemur inn og þetta vekur ákveðna tilfinningar og fólk fyrir kannski að hugsa tilbaka eitthvað sem það er búið að íta til hliðar og það er komið á vissan aldur og heldur bara að það voruð of seint að takast á þetta. Aldrei of seint og það er, ef þú tekur svona bolta, af því að það er þetta rosa tilfinningar í kringum þetta, tekur hann og ítur hann niður, þá eru svo margar aðra tilfinningar sem þú ítir niður með og þessuna, ef þú spyrir sjálfum það, af hverju get ég ekki elska eðlilega, af hverju finn ég ekki samkennd eins og hinir, það er að þú ert búin að íta því niður með boltanum, hann dregur það allt niður með sér. Það er bara að loka á það. Það gerist, ef þú lokar á þetta, þá lokar á eitthvað svona leyndamann og lokast og margt með því og það er svona ráðleiki öllum sem hafa gengið í gegnum þetta að leita sér hjálpar og hvernig sem við gera, talaði prest eða ekki efna á, sálfræðihjálp, og það er að, og ég myndi mæla með því, þú ert rosalega heppin ef þú átt vini eða vinkonu sem þú getur opnaði við, en það er mjög sjaldgæft og oftast er best að byrja að opna sig svona með fagmennsku, ef þú ert kona þá leitar þú bara að stíga mútið þetta, það er þetta best, en það er kannski erfiðara fyrir okkur kallmenn að það er ekki eitthvað svona, ég sá nú það er komið eitthvað sem heitir kalla atkvæði, en er eitthvað svona eins og nú ert þú búin að vera gangið gegnum en það, ef þú ert fullorðinn maður, hvert myndir þú ráðleggja að fara í svona málum? Ertu að minna eitthvað ákveðna stofu eða eitthvað þér? Nei, bara við vitum sálfræðingin, en er eitthvað annað svona úrlausn fyrir þá kallmenn sem við hafa ekki efna nú, sálfræðing er bara dýrt, en
Þú veist, það eru til alls konar tólsporkerfi og það var fyrir einhverjum árum síðan var svona tólsporkerfi þar sem fólk var að vinna úr ofbeldi, úr æsku og annað og áföllum. Síðan hætta þau samtök og mér langaði alltaf rosalega að prófa að vinna þessi spor. Já. Og líka bara eins og pabbi minn, hann átti voða svipaða æsku og ég. Margt líkt með okkur. Og hann sagði til dæmis að það gekk ekkit í samböndum bara fyrir hann að vann úr þessu. Og líka svo búið að koma fram að einn á erfiðum að mynda eðlileg tengsl við hittkynið út af því að það er búið að skemma hann. En það er bara hægt að leita á netinu, það eru komnir alveg alls konar flottir sérfræðingar og eitthvað svona sem að bjóða sig fram. Það er til alls konar podcast sem við getum hlustað á þar sem að er eitthvað ákveðið málefni tekið fyrir og maður hlustar og maður getur kannski haft góða vin og svona kannski punkta niður hvað er ég að upplifa í þessu. En það er, svo segi, það er ekkit auðvelt að finna eitthvað sem að kostar ekki pening. Nei, en núna, ég veit ekki hvernig það er komið hérna á Íslandi, en það verið í Svíþjóð og jafnvel Danmörku líka, ef ég man þetta rétt. Það er, ef þú ferð og vantar sálfræðing, þá getur þú tala við heimilislæknirinn. Já. Og ég held að það voru 5 eða 6 sálfræðtíma fríir eða jafnvel upp í 10, ég man ekki hvað voru margir. Já. Og síðan metur sálfræðingur það hvort að þú þurfir meira. Já. Og þá er þetta bæta við það. Við þurftum alveg klálega að hafa eitthvað svoleiðis kerfi hérna á Íslandi, en síðan er nú bara þannig að þú getur nú ekki einu sinni fekið heimilislæknir hérna lengur, sko. Þannig að það er kannski erfitt að fara í gegnum það. Það er náttúrulega virk, en það kannski tengis meira bara að koma sér aftur út á vinnumarkaðinn og fungera. Já, kannski ekki svona stakkbúið til að takast á við svona djúp. Ekki svona mikið, eins og ég fór alveg í endurhæfingu 2014-15 þegar maður búin að fara í gegnum fullt áföllum á þeim tíma og ég fekk alveg 10 tíma en það var bara ekki nóg. Síðan er bara, eins og hann kemur inn á þarna, þetta er nú bara bolti sem byrjar að rúlla og Já. Þú átti nú fund með Kristrún núna. Já. Og þarna, og eins og ég spurði þig nú áður við byrjum, þannig að þú mátt ekki tala það sem kom fram á þeim fundi og við virðum það alveg, en sko ég ætla að vona að hún og ríkisstjórnin aðeins lítið inn í þetta og ég nú kannski trúa ef það er einhverju ríkisstjórnir sem gerir það, þá er nú Inga, hún verðist nú taka mikið svona byrjur. Já, ég hef full trúa henni og ég held sko að við getum ekki verið hefnari með ríkisstjórn hvað þetta mál varðar, en ég get allavega þegar ég sit á fundinum þá er ég ekkert að spá í því hvaða valdastöðu hún gegnir, heldur bara viðbröðin og líka þetta þakklæti hjá okkur að hún er að gefa okkur tíma og hún er að hlusta og við áttum bara að fá hálftíma en hún gaf okkur klukkutíma og korter. Já. Ef að ykkur svona er með ykkur pólitískar hugsanir gagnvart henni í þessu máli að þá finnst mér það röng nálgun af því hún náttúrulega er bara á sömu kynslóð við strákan sem voru þarna og maður sá það líka bara þegar hún gaf okkur tíma og hlustaði og þau voru að punkta niður og að hún var bara persóna eins og við sko og maður sá það alveg að hún er ekki að taka á þessu til að græða ykkur atkvæði eitthvað. Hún bara sér að það kemur upp alvarlegt mál og hún bregst við því strax. Já. Það er, held ég, eins og gerðist með stelpurnar sem að stigu fram á sínu tíma í Varpholti og Laugalandi og þetta er rosalega erfitt að gera þetta. Þú veist ekkit hvaða viðbrögð þú færð. Nei. En það var aldrei neinn úrlausn eða bætu fyrir þær. Nei, ég man eftir því. Og ég
þú veist, það hryggði mig en ég bara vona innilega að þú veist, eftir að boltinn farin að rúlla að þeirra mál verði líka endurskoða því að eins og segi við vorum ekkit bara að gera til að opna okkur eða reyna að fá okkur athygli, við vorum bara að stíga fram fyrir þá sem vantar rödd Já, og líka sem maður segir bara já, þú veist við okkar markmið var einhver sagði sem sagt að þetta hafi þessi þáttur í Kveik þetta var eins og rothögg fyrir rotið kerfi sem slóða svo fast að það verður að bregðast við þessu og gera eitthvað í því. við erum að vona að það er eins og ég er að koma inn á sko. Ég er að vona einmitt að ríkisstjórnin gera eitthvað núna, eitthvað úrræði sko. Og ég las nú reyndar eitt ógeðslega ruglað komment að þetta, þeir væri að búa þetta allt til og væri að standa saman í þessu til að græða eitthvað pening. Og byrjaði kannski fyrsti stafurinn í nafninu B. Ég man ekki nafnið hana sko, ég man bara, ég las þetta komment bara hvað djöfull, þetta ruglað sko. Já. Sástu þetta kannski? Nei, af því að einn sem, nú má ég ekki segja, Nei, bara einn af strákunum á bróðir sem sagði nákvæmlega sama. Já. Það varum að hópa okkur saman bara til að búa þetta til. En máli var það, ég var ekkit í miklu samskiptu við Sigga, ég vissi að hann væri í Noregi og maður fylgdist alveg með. Ég var ekkit í ykkur samskiptu við Svavar og ég hafði aldrei hitt hann svona bara one and one. Ég hafði náttúrulega séð hann og rekist á hann og talað við hann á netinu. Ég vissi ekkert hvar Lárus var niður komin. Ég hafði ekki séð hann bara frá það krakki og ég var ofta að hugsa hvað varð hann. Hvað varð litla Lárus sem að konan var að meiða sko. Og svo voru fleiri aðna, þú veist, hvað gerðist við það? Og eins og með Gumma fyrir hvernig gáttu við hópa okkur saman með honum. Enginn má tala við hann nema mammans í nokkra mínútur. Ekki er við í samskiptum við hana. Nei, þetta er bara sturla að halda skilur að einhver ætla að græða peningi með því að gera þetta sko. Þessi aðili er tengdur fjölskyldinni og mínu upplifun er bara svo að afneitun getur verið hluti af þessu viðbragði. Þetta er kannski bara eina kommentið af 5.000, 4.999 jákvæð og svo kemur eitt svona sem kannski vill ekki trúa að þetta gerist og það er líka sagt sko að fólk sem að hefur aldrei lent í neinu að það er oft þeirra fyrstu viðbröð að fara í afnautina því að þau vilja ekki trúa því að það hafi gerst. Sko, það er búið að rannsaka þetta en þetta alveg hægri vinstri að fórnarlömbum kynferðisofbeldis sem þau eru börn, þau vera fullorinn tala það bara, þú ert að ímynda þér þetta og fá alltaf eitthvað þessi viðbröð, þetta gerðist aldrei, þetta er bara eitthvað rugl í hausnum að þér eða þegar hann er athygli eða fá bara þeim er bara ekki trúa, það er rosalega algengt sko. Og ástæðan fyrir því er að fólk getur ekki meðtekið eitthvað svona svart, það er heilin að þér, þú veist, heilin hjá mörgum hann leifir þeim ekki að meðtaka hann bara fer í einhverja vörn og bara leifir þeir ekki trúa þeim það getur ekki verið svona svartu veruleiki og þessi manninski hafi gert þetta þannig að þetta er ekki beint að þetta er svona val að þau sé að velja að kalla mann lígar eða eitthvað bara heilin í þeim, hann hefur ekkert upplifað svona svarta hluti í lífinu og getur bara ekki móttekið að heimurinn sé svona svartur. Já, þess vegna er maður ekkert að taka svona kommentum eitthvað persónulega. Nei. Og líka bara málfrelsi, ef að þessum manni eða konu finnst þetta þá bara er það val hans eða hennar að láta þetta út úr sér. Já, það er bara sturla finnst mér í stæðan fyrir að sína stuðning sko, en svona er nú bara kommentukerfið. En ég ætla nú að vona samt, eins og þú sagðir, að rótök og rótukerfi að það komi núna einhver úrlausn og ég ætla að vona nú að ykkur verður auðvitað bara boðið og veist, væntanlega einhverja peningu uppæð sem er sanngirnis uppæð en að eins og í mínu tilviki að ykkur verður boðið
ókipis sálfræðitímar og jafnvel að reyna að þeim með velja sálfræðingin sjálfur eða allavega ykkur skikkandi góðan. Ég held að ég veit ekki alveg hvernig það verður, hvort að þau svona velji eitthvað fyrir okkur, og ég nefnilega alveg opinn og ekkert eitthvað feiminn að tala um hvert sem en eins og sagði ráðan, það skiptir náttúrulega máli að sálfræðingurinn sé góður og nái til þín. Já. Því að það ekkert gott að lenda á okkur sem að bara nærða einhverju tengingu við að það gerist ekkert. Eins og ég fór hérna í endurhæfingu 2014 hjá gegnum VIRK. Þá var svona eldri kona hérna inn í Hafnarfirði og hún var bara frábær, sko. Ég hefði alveg viljað fara í mikið fleiri tíma, sko. Já, það endur skýtur og það svona, það verður maður að vera duglegur að segja maður og kæmi núna í gegn að ykkur yrði boðið sálfræðihjálp og þið myndi ekki ná saman í sálfræðingin, þá bara biðja annan sálfræðing. Í staðin fyrir að hætta, sko. Ég myndi ekki hætta, ég myndi bara senda bréf og svona láta vita hvernig þetta gengur og kannski bara hentar ekki þessi einstaklingur. Já. Og kannski þar sem hún tók alveg fram í fréttunum að það þarf að vera einstaklingur sem að þú getur treyst. 100%. Þannig að mínu tilviki myndi ég vilja frekar tala við konu af því að þær eru miklu opnari en við. Já. Og þegar að við erum að leysa svona hluti þá virðast þær skilja þetta mun betur en við, af því að við höfum lifað þessum heima þar sem við höldum að alltaf ég verður svo hart og kúl og töff en þær eru svona fíngerðari þannig að ef ég mætti velja þá myndi ég biðja að væri eldri kona eða bara venjuleg kona Já, það einhvern veginn bara auðveldur að opna sig við konur. Já, ég ætlaði að segja að við kallmenn getum verið tilfinningarlega kaldari. Já. Þannig að í mínu tilviki myndi ég, ef ég mætti velja, þá myndi ég velja konu sem sálfræðing. Og ég ætla líka bara enn og aftur stílinu að þetta mun algengra heldur en maður gerir sig grein fyrir og það virðist alltaf vera að koma meira og meira upp á borðið eins og bara gott dæmi það að ég veit ekki hvort þessi tilviljun ein. Já. En dóttir mín 12 ára. Já. Og ég man ekkert eftir að sé eitthvað svona barnaníðismál eða nauðgunarmál í fréttunum. En það getur alveg vel verið þarna og ég hef bara flett fram í það, ég hef ekkert verið að spá í því. En síðan eignast maður dóttir. Já. Og þá allt í hennu, búm, fer hausinn á manni að fylgjast með svona. Já. Og maður bara sjokkar að hvað maður les mikið þetta. Og veist, það bara, allt í hennu virtist ég sjá bara öll svona mál af því að þetta mestu ótti mann sér að barnum allir endi í ykkur og svona og þetta virðist alltaf vera aukast þessi betur fer veist, ekki svona tabú að tala þetta lengur og svona umræðin sem við erum að eiga og þegar þið stíði fram þá það rúlla boltanum svo rosalega á stað fyrir aðra til að stíga fram sem muni ekki þora og það, jafnvel þótt að þið stíði fram núna það þarf þetta örugglega að gerast nokkur sinnum í viðbót til að áður en þetta verði talið svona eðlilegt af því að þetta svo sjokkerandi bara, og þetta svo óvunulegt að þetta ekki ennþá búið að meðtaka einhvern veginn af mörgum að það sé eðlilegt fyrir ykkur sem fórnarlega bara stíga fram og tala þetta. Það bara heilin og fólki ekki orðin ennþá stiltu þannig en þið eru allavega að rúlla boltanum rétt átt að sé að fara að gerast og vonandi bara stutt í þá framtíð að þau fórnarlömb sem þurfa að stíga fram og tala og leita sér hjálpar geri það að því að það hræðilegt að lifa með svona stórt leyndamál og það ekki auðvelt og það getur bara dregið góða manneskju inn í geðrof og dauða á endunum maður bara missi vitið að því að þetta svo mikill hvirfibylur inn í manni, tilfinningar sem maður reynar að ýta niður og hann að reyna að komast upp og þú bara í bardaði við sjálfan þig og þínar tilfinningar og það getur myndað svo mikla tókstreitu inn í manni að maður bókstaflega missi vitið að því og maður að reyna að deyfa þetta með alls konar vímuefnum eða geðlyfum á þess að fara í rótina af vandanum
Já, eða þegar áfengi og vín eða sem sagt áfengi og vímefni er farin að þá geta kallmenn til dæmis reynt að deyfa sig með því að skoða klám eða kaupa sér hluti eða eitthvað alltaf að reyna að fixa sig en ég held að eina leiðin til að komast yfir þetta er að byrja á því að opna sig og líka eins og ég nefndi áðan að ég vil að fyrirgefa svo ég geti losnað við sársaukann. Ég þarf ekki að aðilinn biðji mig afsökunar af því ég er búin að velja að ég vil vera frjáls. Já, en núna er hún, hvað er hún er ennþá á lífi þessi kona. Hún er að verða áttræð. Þannig að hún er væntilega þá með rænu ennþá. Hún virkaði mjög skýr í símanum sko en ok, og að búið að tala við hana, byrju nú þannig. Við hringdum í hana í þættinum. Já, er það? Já. Ok, eins og ég segi ég hef ekki séð henni þátt. Ég vissi að þú vildi bíða eins með hann. Já, ég vildi tala við þig og heyra þetta bara frá þér að sem þú vildi segja mér að þess að fara í þáttinu undan. Já. En hvernig fóð það síntal bara fyrir þá að það er nú fleiri að núti sem það ekki sé henni þátt? Sko, það sem að gerist að það er dauðsfall innan fjölskyldunar sem sagt það sem gerist þarna á Gamlásta og Hvolsvelli við SS barnabarnið hennar og af því að fjölskyldun er stór líka og ég vil taka það fram að við erum bara hjóla í hana kallinn hennar var góður, synir hennar voru allir góður og dætur hennar voru almennilegar þannig að eins og þá vildi ég ekki tala fyrst í síman og ég var ekkit viss hvort það myndi viðurkenna eitthvað við mig af því að ég stóð alltaf upp í hárinu hann ég var með kjaft sko ég bara reif kjaft við hann og leta hann að heyra það ef ég var eitthvað ósáttur sko þannig að ég taldi líklega ef að hann myndi hringja af því að hún var að beita hann þessu hlutum að missi leyfið í kjölfarið að hún væri líklegri til að viðurkenna að hafa meitt hann. Þannig að við hringjum og þetta var rosalega erfitt. Við vorum stressaðir og hræddir og eitthvað svona og kom alveg reiði í gagnvart okkur út af þessu. En hún játaði allavega með drykkjuna óbeint sko. Hann spyr hana út í áfengi og hún segir varst ekki aðeins sjálfur. Þannig að hún er rauninni búin að afvopna sjálfa sig með því að segjast vera bindið sko. Og ég harmaði líka að það hafi komið upp á sama tíma sem sagt rétt eftir að slysið var búið að gerast en það bara hafði ekkert með það að gera sko. Nei. Já, ok. Nei. Hvernig leiðir að heyra röddina hennar aftur? Það hlýtur að vera átakanlegt. Það hún er búin að breytast og gömul ég er náttúrulega fullorðin og hún getur ekkert meitt okkur lengur eða neitt þannig. Nei. Eða ráðskast með líf okkar og skrifa skýrslur og lögir til að fá mér pening. Þannig ég var rosa stressaður fyrir en leið og samtali byrjaði þá var þetta ekki svona mikið mál. Það var bara svona meira eins og maður vera að mikla þetta fyrir sér. Já. Það er sérstakt sko. Þarna það er erfitt samt örugglega þegar að það símtalið hefur verið að byrja að fara í gegnum það hlýtur að myndast eitthvað svona tilfinningarleg gerðsræring. Jó, en við sátum bara orðlausir eftir að því hann spyr hann alveg út í nuddið og þá segir hann að einhver stelpa hafi verið að nudda sig og hafi bjargað sér alveg og hún spyr hann hvað með strák og hún segir þið nú aldrei nudda mig og veist það og hann sagði já en hvað með hina strákana og svo hvísla ég á hann og byrði hann að spyrja hvort það muni eftir mér. Þá kemur þögn á hann og þá vill hún bara hætta slítur bara símtali við okkur. Já, ok. Það var enginn af ykkur, þetta var á fréttamaður eins og sem var að spyrja það.
Nei, við spurðum. Þau spurðu, töluðu þið við hana beint? Já, eða þú veist, Svavar sá að tala og ég satt bara hliðin á honum svona innarhandar. Langaði þið ekki að tala við hana? Þú veist, mér langaði alveg þegar hún var að þræta að taka bara síman og segja hæ og kynna mig og segja bara ég ætlaði ekki að skipta mér að símdali en þú ert ekki að segja satt. Þú er ekkert fengið þess að yfirþyrmandi þörf bara til að öskra í síman bara. Nei, eins og segi maður er búin að vinna mikið í sjálfum sér og í fyrirgefningunni en þetta er samt búið að vera rosalega erfitt. Það er alveg munur á því að opna þig bara fyrir einum einstakling eða alþjóð. Já, heldur betur. Og öll þessi samkennd og bara hvatningur eins og vorum að ljósunum leiðinni niður í stjórnaráð að það var bara konar sem byrjaði bara að klappa og lyfti höndunum og sá okkur í bílnum. Þú veist, við bara vá. Það er fallegt. Þannig að og svo bara eins og í dag ég kíkti góða hirði með dóttur mína og kemur kona að mér og herðu, varstu ekki hérna í þættinu? Ég segi jú, fór bara að hrósa mér og verið duglegur og fór svo bara að spjalla hann hitt og þetta og hún var sjálf fósturforeldri og sagði bara að þetta hefði verið þarft spark í kerfi sko. Það er yndislegt sko, ég er búin að sjá, ég er háður komandakerfum sko og það er bara að sjá hvað fólk er að skrifa. Þótt þess að mjög mikið að ruglu og viku fólki hérna í komandakerfunum þá er mjög gott fólk hérna inn á milli og ég mest megnið sko. Já, það verðist að dregið fram núna alveg gríðalegu fjöldi af fólki örugglega sem tjáði sig aldrei í komandakerfinu en hefur fundið sig knúið til að tjá sig í komandakerfinu þetta mál af því að maður sér rununa að maður er stundum að missa svona trú á mannkyninu, það gerist oft en síðan sér maður svona og hvernig fólk bregst við á kærleiksríkan hátt Ísland er þjóð sem á stendur saman þegar eitthvað reynir á mikla samkennd er alveg sama hvað aðri segjum okkur þegar það reynir á þá stendur þjóðin saman og það er það sem við höfum upplifað sem mikla samkennd og hvatning bara takk fyrir að stíga fram þú ert að hjálpa ótrúlega mörgum gömul skólasystkini mín og gamli bekkjabræður að senda mig bara þú ert hetja á hugrakkur og allt það og maður er eiginlega bara búin að vera hálf meir í marga daga út af viðburðum þú veist bara við vorum strákanir sem var ekki trúað það var ekki hlustað nú fengum við hlustun og það bara standa næstu í allir með okkur og þetta er bara ég myndi bara að segja stórkostlegt hvernig fólk er búið að sýna miklu samstöðu af því að svo segi, við vissum, ég vissi ekki neitt þú veist, ég hringdi bara í yfirmann minn og sagði herðu, Kveikur er í kvöld ég veit ekkert hvað er að fara að gerast ekki neitt það er rosalegt já það er svakalegt af því ég þurfti að láta vita sem sagt, ég var búin að biðja leyfi til að fara að jarða fyrirvendi sem sagt að barnsmóður mína og svo hringi í hann þegar að leiðinni suður til að láta vita hvernig ég kem tilbaka því ég átti eftir að gera það og svo bara segi ég þetta ég veit ekki neitt svo byrja þátturinn og sími bara ding, 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 ding og ég, náttúrulega maður vill vera kurteis og svara öllum svo bara það búið að vera mikið, alveg rosa mikið og þá fór ég að fá samviskubit þess að ég er búin að eyða meiri tíma í að svara í símanum heldur en athyglina sem ég er að gefa barninu mínu þannig að núna kannski ég svara öllum en ég samt passa mig á því að barnið mitt þarf að fá sín tíma þarf að sína umhyggju og athygli og líka bara að maður þarf aðeins bara að fá að lenda ég var ekkert að lenda bara fyrir í gærkvöldi og það mun ábyggilega taka eitthvað tíma maður er ekkert ennþá búin að ná utanum það sem er að gerast og hvaða áhrif þetta hafði á fólk
og hefur ennþá mun hafa og vonandi munum við sjá núna breytingar innan ríkisstjórnarinnar hvernig á að tækla alls konar verkferla. Ég kannski sagt smá, þú veist, ég sagði við þau, sko, það alveg hægt að vinna út frá því að það hægt að fyrirbyggja staðið þess að bíða skaðinn skeður, þá getur unnið þannig að þú beitir aðgerðum þannig að þú fyrirbyggi að hluturinn komi. Já. Og eins og maður gera stundum í vinnunni að maður ekki að bíða eftir einhver hluti gerist, maður bara stútur og skoðar aðstæður og reynir að stýra þeim þannig að það kom ekki neitt fyrir. Já, að sjálfsögðu. Og vonandi þá eru þessi félagssveitabæðir ennþá í gangi? Já, það alveg eins og ég náttúrulega þorði ekkert að klippt út af Rúf, ég þorði ekkert að segja hvort ég héldi það væri eitthvað svona gangi, þú veist, ég veit það ekki og ég vona svo einlega að það sé ekki í gangi en maður veit ekki. Nei, sko, ég þorði næstu að hengja mig upp á að þetta mun alltaf koma upp. Það einhvern veginn þannig að þar sem fólki þar spilling og þar bara viðbjöður. Það bara fylgir okkur mannfólkinu og þess svona þarf að setja og sérstaklega ef þetta ennþá í gangi, ég hef ekki hugmyndum hvort að félagssveitabæðir í gangi, maður alltaf væri búið að loka á það, sko, af því að þetta virkar allavega allir sem ég þekki sem að væri þeir eru mjög miklu minni hlutar sem eru ánægir, það eru langt flestir þetta bara mjög óánægir, þetta voru sum heimili sem voru ógeðsleg og þeir enduðu, sko, á félagssveitabæðin sem voru góðir, af því að það má alls ekki setja þá alla undir sama hatt að sjálfsögðu. Nei, og ekki alla fósturforeldrar, ég held að maður líka þar sem maður vildi líka reyna að koma framfæri að stærsti hlutin af þeim sem að taka börn í fóstur að þau að gera þetta alúð, eins og ég þekki einn mann sem búinn að taka börn í langan tíma. Þú veist, fyrir 20 eitthvað árum kemur ung stúlka bara gjörsamlega brotin og í dag gengur henni rosalega vel og vegnar vel í þessum og hún tekur sér fyrir hendur. Og ég held líka af því að hann var, þú veist, bara svona, vandaði vel til verks og hún kom sem sagt bara betri einstaklingur frá honum og var í öryggi og umhverfið þar sem hún fekk kærleika og ástúð. Já. En það var eitthvað, þannig að þú veist, hann algjör andstæða við það sem við vorum í. Við vorum ekki í ást og alúð og líka bara mann því ég var að fara í meðferð, maður var tilfinningarlega frosinn, maður þekkti ekkert nema tilfinningar, ég þekki græddu, ég þekki ótta og stress, reiði og öfundsýki. Já, og ég þekkti ekki meira. Nei, ekki þessu góðu tilfinningar. Nei, ég þekkti bara enga tilfinningar. Svo bara rennur ammanni og maður fer að vinna í sjálfum sér. Ég tók alveg 3 mánaða meðferð, búið upp í Lækjargötu. Að þá bara fór maður að upplifa tilfinningar og var bara hræddur við þetta, hvað þetta? Óþægilegt. Já, að því að líðan manns náttúrulega var svona eins og jójó til að byrja með, við leiði vel í dag en ömulega á morgun. Þá hélt maður bara áfram og manni langaði alveg að gefast upp af því að náttúrulega löggan var alltaf að koma en bara liggur við hverju viku með nýja ákæru. Já, það líka bara, sko, þegar maður var að snúa í blaðinu. Þetta rosa vinna, sko. Já, veistu hvað þetta algjör fáiði, hann var að gera þetta, þú veist, það var þetta hjá venjulega fólkinu sem lét mann oft hugsa, af hverju ég að reyna þetta? Af hverju ég að reyna að vera góð maður og sanna mig og vera snúaði blaðinu, af hverju fer ég ekki bara aftur tilbaka og gera það eða líta þetta svona á mig. Það var þetta sem ég átti rosalega erfitt með. Ég nefnilega, það var alltaf rosa sterkt í mér, eitthvað sagði ég gæti ekki gert eitthvað. Það var því að sanna það kom meiri metnaðir inn. Það hjálpað. Já, líka eins og því fer í meðferð, þú veist, ráðgjafinni hrista hausinn og þessi maður verður ekkert edrú. En nú komið 26 ár síðan og ég ennþá edrú. Það vel gert, sko, en þú ert alveg
klálega búin að vinna vel í þessu og það er gaman að sjá það því að þarna eins og ég sé alltaf í gamla dag, ég er svo gamall sko. Já, en við yngjumst ekkert sko. það var mikið partí heima á mér alltaf og mikill hópur í kringum mig og ég fekk, það var eitt sem grínaðist mikið með það ákom því að staða, ég var kallaður oft Dr. Phil að því að ég var alltaf dregin inn í herbyggi og það var alltaf fólk að opna sig við mig. Já. Og þá fekk maður svolítið að heyra þetta með menn sem hefur lent í þessu og ég var fyrsti maðurinn sem voru að segja og það var rosalega að sjá bæði á sama tíma sorgina og reiðina sem komu upp þóttu verið undir áhrifum á bara þau voru að tala þetta geðstræðinguna og ég sé ekki þeir út rosalega yfirvegaður og rosalega bara akkurat á beinni línu þegar þú talar þetta þannig að þessi sýnir að þú ert búin að takast rosalega vel á við þetta og það er rosalega aðdánavert að sjá það. Já. Sérstaklega fyrir þá sem vilja sjá þig núna þannig og hugsa sem hafa lent í þessu og hugsa ég get aldrei orðið eðlilegur, ég get aldrei verið rólegur í sálminni og rólegur í húðminni og síðan sjá þeir þig og búin að gangi gegnum þetta og þetta örugglega eftir að gefa þeim mikla von bara mér langar í þetta. Já, og þá akkurat þú veist, þegar maður búin að gera eitthvað sem sagt í sínum málum og vinna úr hlutum sem að voru ekki alveg í lagi og tekið alveg mörg ár og maður alltaf gert alveg fullt af mistökum inn á milli. Það sjálfsög. En eins og segi, það alveg sumt sem gerist þannig ég alveg búin að vinna vel með en eins og með nuddið og svona ég bara veit ekkert hvernig ég á að vinna úr því og þess vegna ég rosa þakklátur fyrir það að við munum fá aðstoð. Já. Til að kannski núllstilla þetta eins og við vorum krakkar og talaðum umhverfið að vinnuðum með hökuna niður en bara normal fyrir þér að við þurfum oft bara að fá fólk til að segja okkur að því að okkur fannst við ofta eiga þetta skilið, vorum bara þetta skemmtir að þetta var ekki í lagi sem var gert við þig og þá bara ok og það líka alveg vist áfall út af fyrir sig ok, þetta var ekki rétt og hvað á ég að gera í því núna en eins og segjum mitt val að velja að fyrirgefa ekki til að samþykja það sem var gert heldur til að vera frjáls. Já, ég held að það sé góð lausn á mörgu svona. En það auðvitað hægara sagt en að gera það og þegar að fólk lendir í svona og jafnvel ekki svona bara ofbeldi. Já. Mjög algengt. Þarna líkanlegt ofbeldi eins og frá fóstupappa eða eitthvað svo leis. Já. Það svo mikið hatur og reiði og þegar maður með mikið hatur og reiði þá hverfur skynsemin og þá hverfa allar þessar leiðir til að takast á við það og þá þarf maður bara oft utanaðkomandi aðstoð til að ná skynseminni aftur og geta komist á þennan farveg að geta fyrirgefið að því að maður sér það ekki út, maður blindur á reiði, þá getur ekki séð að sé eitthvað möguleiki til að geta gert það. Það kalla að tala rörsýn. Það sko, þú sér bara vandamálið en þú sér ekki neitt annað í kringu þig og það oft bent á dæmisögunum Jesú og Pétur þegar hann horfir á hann þá getur hann að labba á vatni en svo fer hann að horfa á öldurnar og sekkur niður. Þannig að maður þarf að vera alveg bara opinn fyrir því að það sé til lausn eins og ég lýsti í þættinum þú veist það spurt hvaða afleiðingar hafði þetta á þig og þú veist ég sagði bara sjálfsmynd mín var brotin og síðast skipsi ferðana fer ég harða neyslu og bara komin að staða mig langaði ekki að lifa ég var bara komin með snörnum fyrir fram að mig ég sá ekki neitt ég var með þessu rörsýn ég bara sá að bara lífið var bara búið að afsækja orð bara að vera fucked up ef maður má nota þetta orð í góðri merkingu og ég vissi ekkert hvað var að lifa eðlulegu lífi sko. Og það svona kemur trúin inn
og það er líka minn styrkur í þessu öllu saman er að ég hef eitthvað sem að er æðra heldur en ég er ekki að ganga í gegnum þetta einn, ég er með eitthvað sem að er stærra og meira og kemur í gegnum þetta. Já, það er alltaf gott að hafa það að leiðarljósi. Já, Alveg sem hvernig það er, þá er trúin búin að gera rosalega margt og það er leiðilegt að sjá hvað er búið að tala niður trú mikið, sko, og það er, svo við förum aðeins inn á trú núna, sko, það er mikill misskilningur, að ég held að við séum mannfólki verið með svo mikla þörf á að flokka allt niður. Við þurfum að flokka allt niður heima á okkur og allt þar er í röð og reglu og við þurfum einhvern veginn að reyna að gera það við Guð og mesti hroki sem ég hef séð í mannfólki er að geta haldið að þú skilir eitthvað konsept eins og Guð og ætlar að segja mér eitthvað almennilega hvernig það virkar, en það er bara mín skoðun og fólk má eiga þetta alveg hvernig það er fyrir sig, en þetta finnst mér vera geggjað hroki en einu sem ég veit er að það er orka einhvern veginn í okkur öllu og meiri segja að þú getur mælt hana núna með vísindum og rafmagn út allt og orka í öllu og fyrir mér er það bara hluti á uppsprettunni og þú getur tjúnaði inn á þessu orku og þetta er fyrir mér eins og bara útvarstæki sem er gamalt, þú snýrð og þú hlust á FM 957 eða hvað sem það er, hvert þú vilt að nálinn fari og þú gerir það í gegnum bænir þannig að þetta er ákveðin hugleysla inn á orkuna og það fyrir mér er bara Guð og ef þú vilt vera það, því að orka getur verið neikvæð og jákvæð og ef þú vilt tjúna inn á vondu orkuna og gerur það með því að vera heimaður og fara með möndurur sem þurfa bara að vera helvítis, anskotas, djöfusins, helvítis, djöfull, anskotin. Já, þú fattar ekki þarna ertu að tjúna þig inn á slæmorkuna með því að vera alltaf helvítis, fucking fáutin, helvítis, djöfullin vera bara svona einn heima. Þetta er þetta bara mantra, ákveðin mantra að vera að gera þetta og þarna ertu að draga vondu orkuna og fá orkur henni og þá bara verður ennþá reiðari með því, sko. En ef þú ferð með góða bænir og byrja bara að tala kærleik þá ertu kannski að tala við heilanaður eða að tala við undirmeðundina en ég veit ekki hvernig þetta virkar en eina sem ég veit er að þetta virkar og þannig að ég mæli með alla að byrja að fara með bænir þótt að ég maður þegar ég byrjaði að gera það var svo hallarislegt. Já, maður var stressaður og passaði sig að enginn sæi mann en sko ég veit ekki hvort þú heyrir með Grammy-verðlaun, það er tónlistarmaður sem heitir Jelly Roll og hann talaði Jesú og hann sagði að það er engin stofnun eða einhver pólitísk hreyfing sem getur eignað sér, hann er bara fyrir alla og hann er persónulegur og fyrir mér er trú persónuleg, ég á mitt persónulega samband við Guð eins og ég skynja hann og ég er búin að vera þá mislengi eða þú veist, fólk er búið að vera mislengi og tengingin er misjöfn, þú veist sumt fólk er andlegt og svona skynjar í kringu sig hvernig nærvera fólks er og annað og aðrir ekki en ég er mjög næmur fyrir því sem að gerist í kringum og næmur fyrir svona að upplifa nálægð þannig að skilningurinn minn náttúrulega hefur aukist og þroskast með árunum en maður er bara ég tala bara við hann eins og ég tala við þig maður er bara maður sjálfur og einlægur og ég er ekkert fyrir að vera með einhverju tilbúna rullur eða eitthvað ekkert búin að ákveða hvað ég segi fyrirfram alveg bara kemur frá hjartanu þegar maður byrjar og svo þetta kennir maður dóttur sinni faðirvorið og alls konar svoleiðis en já, fyrir mér er þetta bara persónulegt sko. Já, álíka að vera það sko við upplifum þetta öll á okkar hátt og vinur minn orðaði þetta bara best en fyrir hann, Guð er bara kærleikur það sem er kærleikur og það er Guð það er bara nákvæmlega rétt já, það er bara og hver vill ekki kærleik sko það er bara sumi get ekki meðtekið það en það er oftast ein útskýring með kærleikan maður var alltaf með svo gaman að grúska ein útskýring á því hvað kærleikur er að gefa það besta þar sem þörfin er mest
Já. Þannig að það má alveg segja að með því að stíga fram að við höfum gefið af okkur kærleika án þess ekki að vera að lyfta sér á stafleika af því að það var þörf fyrir þetta yrði gert. Það er að tala um málið ykkar. Já, Algjörlega. Þetta er sko, ég held að það séu allir sammála því. En nema að maður sé bara algjörlega heilalaus hálfviti og bara þá, eins og þessi hérna, en það geta kannski ekki meðtekið þetta. já, En ég held að allar heilbriða manneskjur sjá hvað þetta er stórt mál sem þeir eru að gera og eins og við erum að segja, hugrekið til að gera þetta og slá á þetta tabu og bara bjarga mannslífum, bókstaflega sem þeir eru að gera, ekki bara ykkar mannslífum, heldur bara virkilega það eru svo margir þarna úti að þetta er svo algengt, við gerum okkur ekki grein fyrir að hvað eru margir þarna úti sem þurfa hjálp og þurfa bara að heyra þetta, þeir eru ekki einir með þess allar þessar tilfinningar og það er ekkit að þeim og veist, það er að því sem þeir eru lentu í en það er ekkit að þeim og það er ekki og alls ekkit að því að stíga fram og leita sér hjálpar og til að líða vel og þeir eru eins og ég segi líka, þeir eru með 100% spurningamerki og segja við sjálfum sig að þeir á aldrei eftir að líða vel af því að þeir eru kannski orðnið það gamlir og hefur eiginlega aldrei líðið vel út af einhverju já, eða byrt eitthvað inni en já, það er sér að segja og það er von fyrir þá sko. það er það, alveg saman hvað að vera gamall og það er svona og ég held að heilbrigt fólk sjá allt þetta og það er svona bara stuðningurinn gríðalegur og gaman að sjá hvað er að fá mikinn kærleik og ég ætla að vona Það haldi bara áfram. já, ég ætla að vona bara að þessi bolti rúlar áfram og því miður þá maður veit aldrei hvernig ríkið er en það er bara orðið þannig í dag við erum að sjá að það vera að vannrækja rosalega ungt fólk og fólk, hvað voru það 52 eða 3 sem dóu úr ofnæslu á síðasta ári Meira sko. var að meira Já. þetta er, það við ertum að fletta því upp eða veist hvað þú finnur þessar tölur þetta er samt, þetta er orðið svo hátala og Það er ekkit endilega alltaf gefin upp rétt að talan sko en svo getur Nei. verið eitthvað annað undirliggjandi sem að er frekar skráð heldur en langvarandi neysla áfengis eða vímuefna. já, sko já, ég held að sé þess að tölugst að þetta var þeir sem voru ofnæsla en þá er ekki talað með sjálfsmorun inn í þetta Já, þú ert bara að tala um overdose. Overdose, sko. Já, það passar. já, það, ok, en, já, þá er ég ekki það var já, ofnæsla overdósin en þá er ekki, eins og ég segi talið sjálfsmorun, þetta er já 52 minnum eða 53 Já. en já, síðan og ég held að það svo tala sé ekkit opinber með sjálfsmorð og Það er bara gefið svona summa eða þú veist, cirka tölur. já, þannig að við getum ímyndað okkur hvað og maður er búin að sjá hvað er mikið af ungmennum sem hafa óverdósa og það er eitthvað það þarf að fara að mynda eitthvað úrræði eins og að búið stórskera niður í Vogi eitthvað ég heyrði að veri komin upp í 6-7 mánuður biðtími inn á Vog Alltaf 9 mánuðir. alltaf 9 mánuðir það er auðvitað bara bilun Það þekki ég einu einslu. Ekki fyrir mig persónulega heldur fyrir aðra sem var að hjálpa að komast inn. það er ekki náttúrulega furða að fólk sé að óverdósa þegar það er komið og þegar þú ert komin akkurat á loka þröskulduðin sem alkoholisti þá er algengt að þú hringir í meðferð þá þarftu bara að komast inn á Vog sem er auðvitað bara spítali og fá hjálp ef þú þarft að bíða eftir því 9 mánuði þá auðvitað Bara á seint. já, bara ef þú þarft að vera í hjartaþræðingu Það var. annars ertu dauður eftir 6 mánuði Já. þá ertu bara tekin í hjartaþræðingu og fólk þarf að líta á þetta með neysluna, þetta er skrítið og síðan eru bara önnur úrræði líka sem þarf að því að oftast er þetta eins og við vorum að tala um áðan maður fer í neyslu til að deyfa sársaukann og þegar það er komið þá er ekki bara nóg að setja því í meðferð það þarf að fara og bjóða upp á einhverja sálfræði aðstoð og þá koma þessi möppudýr sem við sjáum ég kalla það og þau er bara að rekna henni kostnaðurinn hérna sko ég get ekki skilið það að ef þú ert að taka eina mannesku hérna og setja hann í sálfræðastóð þá ertu kannski komin í þannig að hún verði ekki á kerfinu hún fer kannski að vinna í stæðan að vera atvinnulaus allt sitt líf eða lendin í fangisi sem er geðveiku kostnaður þú veist, þú getur verið að spara svo rosalega að hálfa er nóg en þessi kostnaður og talandi það líka að bjarga mannslífum þannig ég skil ekki okkur að það er ekki búið upp á þetta bara... en svo
þetta búið að svona, finnst manni með síðustu árum bara meðferðum hafa fækkað rosalega meðferða úrræðum Já, og líka eins og þegar ég fer hérna 7. janúar 2000 í Hlaðgerðarkot að þá fekk ég niðurtröppin þar en núna allt einu máttu bara fá niðurtröppin á Vogi þannig kannski ættu þeir að hugsa út fyrir ramman og það er kannski alltaf í lagi að Hlaðgerðarkot eða Krýsuvík hafi smá rými í sinni meðferð fyrir niðurtröppun eða svona læknis aðstoð. og kannski leiðu, varstu búin að finna fyrir ekki? Þetta er ekki gefið upp nákvæmlega neinar tölur. Eina sem þeir gefið upp er lyfjafíkn, efnafíkn er alls saman sem einn er gefið upp. En síðan eru þeir með óþekkt og tilgreint 51 og ytri orsakir sem tengir sjúklega og svoleiðis 197. 197? Já, þannig að þetta er eitthvað sem þeir eru ekki gefið upp varandi sjúkdóm og svoleiðis. Nei, Þannig að eins og tala þetta er ekki tölur sem er gefnar upp. nei. En já, maður þekkir það samt bara og sér það bara á samfélagsmiðlum að það er rosalega mikið af ungmennum sem er að deyja út af fíknivanda og það þarf að bæta kerfið einhvern veginn hátt að það þarf að ráðast miklu meira að rót vandans og það hefur alltaf verið bara, já, þú ert bara aumingi en oftast er þetta bara fólk sem er að þjást út af einhverju Þeir ástæðu. sem eru oft í fíkn eða kallaðir alkoholistar, þetta er oft fólk sem er bara mikið klárara en aðrir og maður er ekki aumingi eða latur af því að fíklar þurfa að leggja mikið ástig til að verða þessi út efni og framkvæma og gera hluti sem að þeir myndu undir erlegum kringumstæðum ekki gera. En svo getur við yfirfært og sagt bara ef þú notar smá að þessu metnaði sem notaði til að verða þér út þetta í edrumennskuna þína, þá áttu bara bjarta framtíð. Sko, þetta er endar fyndið meðal alkoholista, það er mikið talað þetta. Það bara, eftir að verða edrú bara ég er nú búin að reikna hérna saman bara það sem ég var að nota og hvað það kostar og ég bara get ekki skili hvernig ég náði að redda mér alltaf þessum pening. Já. Ef ég geti reddað mér þessum pening edrú eins og ég gerði í neyslu þá væri ég bara í helviti góðu málum í dag fjárhagslega. Það var bara ríkur. Já, það er rosalegt hvað er mikil drifkraftur bak við fíknina sko. En síðan er málið að margir eru góðir í að redda sér peninga ólulegan hátt en síðan þegar á að fara að gera það heiðarlegan hátt þá er það er bara annað mál. Já. Það er nú bara svolítið þannig. En ég er sem betur fyrr er ég ekki alveg í þeim hugsaðin að hætta að reyna að græða og græða. Þú veist, ef maður á húsaskjól og föt og nóg að borða og líði vel þá er maður bara sáttur við það sem maður hefur sko. Sko, ég lærði þetta sjálfur. Það var eins og ég var að tala innan fyrir á þann að ég var með þessa gulrót og það voru nokkur atri og ég get allavega bara nefnt eitt atri eins og ég var að tala á þann að það var eignast helviti mikið af pening. Já. Og mér tókst það sko og tókst hinn öll atriðin líka síðan en ekki að tala hvað en allavega eða stærsta var með peningin og þá einmitt áttaði á þessu sem þú varst nákvæmlega að segja núna að eiga hús, eiga mat út mánuði og geta núna eiga barn og geta gert eitthvað fyrir barnið, bara allavega það alltaf nóg mati fyrir barnið því að ég þekki bara frá mínu uppbyldi að það var bara ekki alltaf raunin sko. Já. Að þá er það alveg nóg. Já. En við lifum einhvern veginn í svo materialisti samfélagi í dag og er alltaf eignast meira og meira og síðan bara, sjáðu síka, hann var að kaupa flottan bíl maður, flottari bílinn minn, nú þarf ég flottari bíl af því að hann á svo flottan bíl, við erum alltaf að bera okkur saman við næsta náunga og hvað við eigum og vinir mínir eru komin í svo stór hús að þeir noti ekki helmingin að því en síðan halda þær veislu og þá svona, hei, kottu, nú ætlum ég að sýna þér allt húsið mitt og lifa svolítið fyrir það og ég veit ekki, ég er ekki mikill materialisti sko, eins og einn vinu minn við gerum grín á hann, við köllum að hann væri örugglega brjálaði sjóræningi af því að hann hafði þannig sér ekkert gaman sjálfur af hlutunum sem hann átt að risa einbríðshús eitthvað 2-3 geðveitt fallega bíla hann átti
nýjustu PS-töluna, bara algjörlega nýja, hann spilaði aldrei PS-tölu, hann sendi kannski einhvern e-mail og þú þarft ekki bestu PS-tölu á markaðinu með það, en hann gæti komið og sýnt þér bara, þetta er svona talva og séu þetta bílana sem hann nefndi aldrei að keyra og hann alveg sama og síðan búið maður, þessi húsgögn og hann var skýt saman þessi húsgögn, en hann elskaði að monta sig að því við fólk, það var svona kikkið hans. Þetta er ábygglega bara, hvað við ekki bara minnum áttakend. Þetta er verið að svona bæta, við séum að hann væri eins og sjóræningi, að hann geti safnað fjalli fjarsjónum, en hann væri aldrei að eyða honum, bara svona, ég ætla að grafa niður hérna, eða eitthvað svona, þess að ég vissi allir að hann ætti mikið fjarsjó eins og þessi sjóræningi er svartskeikur, en þetta var svolítið þannig tilefni, en mér þótti þetta alltaf síðan skrítið setna mér, ég gerði þetta svolítið fyrir sjálf mig, en síðan lærið maður einmitt þetta, að þetta er ekki að fara að gefa manni neitt frið, maður er alltaf að keppa, þú ert alltaf að keppa með eitthvað og það samfélagið er svolítið fast í þessu og ef þið langar að líða vel þá byrjar að rækta tilfinninguna hennar, það er leiðin til að finna velja. Já, og skapa vináttu og svona nánd við fólk og verið til staða sko. Já. Og eiga raunveruleg samskipt, þú veist að tala að eitthvað verið að eiga því ég náttúrulega bý á landsbyggðinni og dóttir mín sem sagt var 3 ára fyrsta DS og svo bara í október fyrir austan komið snjór og ég er akkurat á ferði hérna í höfuðborgina mánaðamótin október, nóvember, þannig ég ákvað bara herðu, kannski er bara best að gefa henni afmælisgjöf núna því að desember hvort er bara klikkaði mánuður og þá fór ég og keypti svona bleikan stíkasleða handinni og það er þarna fyrir austan að það var bara eiga allir krakkarnir stíkasleða bara til að leika sér í snjónum. Já. Þannig að það er kannski ekki efnishyggja heldur líka bara það eru alveg aðstæður þarna fyrir þau til að leika sér með þennan og kannski foreldrar hugsa að þau hafi öll jafna möguleika á því að leika sér með því að eiga eins. Já. Er ekki tala svona kannski eitthvað hróka ég er betur en þú, ég á nýðslega. Nei, stíkasliðið var satt málið sko, það var alveg skemmtilegt en síðan kemur svona, vill maður fylgja þessu eftir eins og dóttir mín sko, ég man ekki hvort það hefði bara verið þegar hún var 8 ára eða eitthvað, þetta var fáralegt sko, þá var eitthvað sem krakki í skólanum sem fekk nýjasta iPhone síman í skóin frá jólasinn og hún bara veist hvað jólasinn gaf krakkanum og maður svona fekk með þessa tilfinningu bara, vá, verði ég að gefa henni iPhone síman núna? Síðan bara, nei, það er bara ég ætla ekki að gera það. Nei, skógjafi þegar við vorum litla, það var bara eitthvað svona, mannstu eftir þessu litlu sleikjám sem var svona þessu hálfparti með sigur utan og pínu litlir, maður bara sáttu við að fá einn eða mandarín eða eitthvað, en svo svona alltaf stundum kom eitthvað dót inn á milli, en ég bara sá mömmu setja skóa því að fjara. En svo var fengið jólasveinn í heimsókn til að reyna að samfara kallinn en ég keypti skeggið þannig að ég er ekkert að segja við dóttur mín að jólasveinn sé til eða sé ekki til eða reyna að nota á hana hann þurfa að vera stilt svo hann fór ekki kartöflu í skóin en það var samt svona eitt atvik þar sem að hún á sem sagt eldri bróður, eldri systir og búin að vera rosalega óþekk þannig ég stekk upp í búð og kaupi 2 risastóra bökunarkartöflur og þau vakna og þeim fannst þetta bara þrælfyndið sko ég fekk bara risastóra kartöflur ég var þarna óþekkur þegar ég manni á lítill þá var ég óþekkur viljandi til að fá kartöflu svo ég geti gefið mömmu kartöflu svo hún geti haft meira kartöflu manna alltaf að hugsa einhverju aðra sko það er svolítið þannig en það var nú samt svolítið fyndið að minni mig á það að þú veist að tala að segja eða segja ekki sko basmóður mín hún var svona á þeim forsendum að hún myndi aldrei að ljúga barninu og ég var bara að segja stundum er hvítlí og þetta kom inn á jólasinn nei, ég ætla ekki að ljúga barninu og ég bara ok, þá er ég 6 ára bekk mætið þú á foreldrafundin og þú segir að það verið þín hugmynd að segja barninu okkar að það væri ekki til jólasinn og þess vegna segja barninu okkar öllum hinum krökkunum að það er ekki til jólasinn en það kemur frá þér og þá
við skulum aðeins skoða þetta aftur og það er að svona átt að segja á því að það væri kannski ekki snuð upp á hinbönnin, sko, en segja maður reyndar dóttir mín, en hvort hann hafi verið þegar hún var 10 ára eða 9 ára, ég man ekki alveg, en akkurat þegar síðasti jólasveinn minn á komin, þá kom hún, pabbi, ég alveg, hvað? Ég plataði þig. Ég veit það er ekki til jólasveinn, en samt lét ég gefa mér í skóin alla tíman. Ég bara, það var ekki nógu sniðugt hjá þér, nú okkur ekki. Af því að þú hefðir ekki átt að segja mig þetta, þú ert að gera þetta aftur á næsta ári, en núna kemur ekki neitt jólasveinn á næsta ári og gefa þér í skóin. Jú, svona gaman í strákana, stelpuna, segi ég, krakkana. En ég held að þetta sé farið að vera fínt hjá okkur hérna. Þetta búið að vera ágætis spjallið á okkur. Já, við erum allan að komin í góðan tíma. Já, það er það sem skiptir máli og er eitthvað svona sem þú myndir vilja bæta við í lokin, eitthvað svona lokaorð, það þarf ekki að vera. Nei, þetta er bara gaman og öðruvísi og svona kannski bara, þetta er bara við erum búin að fara víðavöll og allt og ekkert og mikið og þetta er bara gaman, taka þátt. Já, ég bara enn og aftur á og bara fyrir hönd bara íslensku þjóðuna, ég held að það sé bara 99,99% af öllum bara sem eru samhuga í ykkur í þessu og stoltir af ykkur og þetta er magnað það sem eru að gera og hvernig sem það er þá er svo rosalega margt jákvætt við þetta að þið hafi stigið fram fyrir aðra og leggja leiðina að því að þetta verður bara tekið á þessu og aðrir leitið sér hjálpar og ég ætla að vona bara að þið fáið það sem þið skilið, það er fría sálfræðastoð hjá sálfræðingur sem getur valið, ég held að það sé eitthvað sem ríkisstjórnin verður út úr ykkur og síðan held ég að sé allir samfélagið fái bætur þarna, þótt að vera peningabætur og vona bara að það verður nógu góðar þótt að það munu aldrei það kemur ekki í staðinn en það samt getur alveg verið hjálplegt með margt sko sem að þarf að gera í dag þegar það er dýrt að lifa. Já, það er það og síðan er líka bara hluti að viðurkenningu og sorry og alveg sem að það er ekki peningagræði ekki að taka við því, það er bara gott að fá peninga, það geta allir sagt það og fá aðeins bara hérna fyrirgjöf, hér er gjöf, bara fyrirgefninga gjöf, það hjálpar einhvern veginn aðeins, bara svona, ég fekk þetta er bara eiginlega svona viðurkenning fyrir bara að það var brotið á mér og það gerir eitthvað fyrir mann. Já, líka svona, ég má kannski bæta eins inn í þegar vorum við talað um fósturráðherra þá sagði hún sko, mér finnst ég finna til ábyrgða gagnvart þessu, samt var hún ekkert í pólitík þegar þetta er að gerast. Nei. Þannig að bara öll viðbrögð og allt, við erum bara rosalega þakkláttir fyrst og fremst fyrir að okkur var trúað og allt er búið að gerast mjög hratt og við fáum aðstoð og okkur, mér líður eins og stór sigur hafi verið unnin en var samt bent á að það er að koma kosningar og þá vilja allir gefa loforð og svona að þannig að við þurfum að þetta verði afgreitt í haust þannig að við munum þurfa og hún bað það að vera mynd á þetta að leyfa þessu ekki að bara fara undir inn í skúffu sko. Nei, sem að gerist oft í svona málum en hvernig sem það er þá bara ætla ég að þakka að kærlega fyrir komuna og ég fæði kannski að fylgjast með þessu og fæði kannski aftur hérna í nánustu framtíð þegar boltinn er búin að rúlla aðeins áfram og getur við rætt hvernig það er. Já, kannski hægt að fara svona meiri details eða nánar ofan í málið það er svo mikið búið að koma fram sem að var ekki takt að setja opinbera vettvang. Nei, kannski ræðum það í framtíðin en takk hérlega fyrir mig og bara takk fyrir allt sem þið eru að gera. Takk. Takk, bye.